Velkomin á Frelsi TV. Við erum mættir hérna djúpkafaranir, komnir í búningana og búnir að ganga frá hundum, konum og börnum og ég var að höggva við fyrir veturinn í allan dag og velkomin meistari Guðjón Reynberg. Takk. Ég reyna að klóra hún í ljúi mínum. Já, einmitt. Ég læsi hurðinni minni þannig að kemst enginn hér inn á með hana. Já, það nú sjaldan sem hann beður athygli kallinn. Kallgreið. Já. Hann á við áttrætt gaman með því, sko. Já, nei, svona 75 ára. Já. Kallgreið. Einmitt. Nú, hann veit að það kjöt að finna í ískapnum. Já, hann órólegur á meðan það svo vitneskja uppi. Já, hann veit hvað skiptir máli í lífinu. Já, einmitt. Hvað segirðu, kallinn minn? Þú sagði mér í dag að þið langaði að tala stjórnarskrármál. Er það ekki bara eitthvað vitleysa? Já. Þú tapar nefnilega alltaf. Já, ég var reyndar að spá í að ekki það eilífa einvígi, heldur var ég að spá í að fara yfir drullumallið sem verið að reyna að selja fólki. Þessi hugmynd kom í hausinn á mér þegar ég var að tala, ég var að segja frá, á Facebook var ég að auglýsa viðtalið mitt þarna á útvarpi Sögu síðasta. Og það eru örugglega vættirnir og goðirnar og gyðjurnar sem eru að stýra þessu öllu saman. Af því að fyrst var viðtal við mig og þú heyrðir, þeir sem hafa hlustað á það, heyrðu nú hvað ég var að segja stjórnarskrána og peninga og allt þetta. Síðan kemur frú Bilderberg family og síðan eftir hana kemur Meitlara strákurinn. Ertu búin að kaupa þá kenningu mína? Já, þú ert búin að sanna hana með rökum, nægum rökum, þannig að ég búin að kaupa hana, já. Já, ég held að fleiri séu búin að kynkja henni. Já, það nú oft svona þegar það eru svona einfaldar að þá dvelur maður ekki lengi við, þetta svona bara augljóst. Þegar þú ert búin að segja það, sko, það var ekkert augljóst fyrir en að þú sagðir það, sko. Ég? Já, þetta þín kenning, eða thesis, þessi thesis kom frá þér. Já, reyndar. Ég segi svona. Já, þú ert snillingurinn sem allir að reyna að vera. Já, þú ert ísbrjóturinn, ég bara að taka hreiturnar. Já, það nú til lítils að vera ísbrjótast eða kemur ekki inn í kjölfarið. Það svona tímaæsla. Já, það verður gert dokumentari Axel og Guðjón einn daginn. Já, heldur að tölvan muni gera það sjálf, eða? Já, það verður fyrst. Þú voru að gefa henni ást. Bara gefa henni stöðu dramagn. Ef ég set stremjafnara, þá hún hamingjusum. En mér gengur vel að rökstiða það samsæri. Já, reyndar ég náttúrulega tölvukall líka, sko. En ég var alltaf að sitja inn á Facebookina mína að tölvunetið búið að sanna tilgangsleysi menntunar. Þú veist, akkur ef að menntun var einhvers virði, þá myndur geta bara sett robots hendur við tölvu og sagt, já, gerðu þennan hjartuppskurð. Því að tölvan hefur meiri upplýsingar og menntun heldur en læknar hafa almennt. Já. Þannig að þetta menntakerfi sem í gangi núna bara prússneskt heilaþvottakerfi. Algjörlega. Og sá sem benti mér á þetta, ég man eftir að þú gerði þáttumyndi fyrir það. Já. En ég var búin að heyra þetta miklu fyrr. Ég var búin að heyra þetta, ég held að sé hátt í 20 ár síðan. Veitu? Já, það byrst 20 ár síðan. Já. Á einhverju, það var svona, ég og vinur minn sem hefur mikið áhuga á heimspeki, við tókum mjög oft þátt í svona kaffihúsa heimspeki
samræðum og þar heyrði ég þessu slengt fram fyrst. Heyrðu, þeir eru að segja þetta sem mas, þeir vilja fá djúpköfun, þetta djúpköfunin. Þú byrjar ekki á 10.000 metra dýpi, þú voru einhvern veginn að síga niður. Þú byrjar ekki á botninum. Ég var ekki bara að fara yfir á einkarásina sem við byggum til fyrir útvalda og masa þar. Nei. Þú fara yfir á alvöru samsælisrásinu. Við erum opnir fyrir kritik, þó hún sé meira sér live kritik. Nei, menn er að tala um þessi komin frá hvarsenginni. Nei, þetta sko, við byrjum fyrsta hálftíman á að tala þannig að fávísir forði sér. Já, ég var einmitt að hugsa það í gær að það í raun ekkert varið í fólk fyrir mér nema að sé að vitna í svona seinni hluta á vídeónum mínum. Já. Þú fer bara að eyða fyrstu 5-10 mínútur í að vísa fólki frá. Já, það var snilda taktar hjá þér. Ég get ekki einu sinni herta eftir. Já. En heyrðu, ég ætla sko, eftir útvarp á útvarpi sögu og þvæluna sem kom út úr fröken Bilderberg, þá held ég að sé full ástæða til þess að fara yfir þetta drullumall. Ég sammála, ég hugsaði, sko, ég sá þennan þátt daginn eftir, þú postaðir þessu daginn eftir, ég sá einhvern verið að vitna í þetta, ég hlustaði á þetta strax bara í símanum mínum, bara ég var ekki farin að fæta eins og því. Já. Og ég sagði, vá, þvílíkur morgunþáttur. Já, hann var rosalegur, sko. Já, búin að gleyma Jóhannesi. Það satt svo í mér, sko, þegar þú varst að minna á þetta í dag og verið búin að steingleyma Meklarastráknum eins og þú kallar hann. Já. Hann skiptir mig ekki lengur máli, hann hefur ekkert að segja. Falið vald skiptir mig máli og skákaði skjóli Hitlers skiptir mig máli, en það hefur ekki komin eitt síðan. Nema náttúrulega vald.org frábær vefsíða því þar hann að fylgjast með, hann fylgist mjög mikið með hvað að gerast í fjármálaheiminum. Já, hann er náttúrulega í þessu disinfo ferli, sko. Klárlega. Að hann er í stríði gegn okkur lurónum, labbakútunum. Sko, hann kemur fram til að vísa okkur, til að segja, heyrðu, ég get vísað ykkur leiðir og svo byrjar hann að vísa okkur rangar leiðir. Já, en já, ég hlusta á hann þátt og ég hugsaði svolítið svipa og þú varst að tala um hann með goðin, sko, vættirnir, það eru vættirnir að hóa. Heldur betur, sko. Og ég var ekki ánægður með vin okkar Markús í þessum þætti. Ég var mjög ánægður með Markús. Hann hann er fljótur að svara þegar ég spyr og Jói, sko. Mér finnst mjög gott að vera í viðtölum hjá þeim, sko. Og sko, en hann er alveg út úr kú með, svona, hann er á allt öðrum stað með skoðanir heldur en ég, sko. Og það þessna sem ég svo gaman að díla við hann, sko. Sko, þú veist nú hvað ég held mikið upp á Markús. Já, hann er snillingur. En ég leyfi mér ekki að hefja neitt yfir gagnrýni. Nei, en þar er ég gagnrýnin á hann, sko, en hann er, sko, ég er miklu meira undan að kvarta undan Harmageddonum, sko. Þær voru óbúslega dónarlegar og eru enn svolítið, en Markús alltaf virðing og alltaf kurteisi og það ég hef óbúslega lítið út á Markús að setja og þá tek ég náttúrulega fram að á mjög mörgum sviðum erum við með gjörólíkar skoðanir, bara eins og við tveir, sko. Já, ég meina, þetta er ekki neitt neikvætt, sko. Ég hef sagt það áður, Markús er eini fjölmiðlamaðurinn sem ég er til að koma í útvarpsþátt, já. Það er bara þannig. Ég myndi tala við Þorgeir, ég hef sagt það áður. Já, reyndar á Jói er djúpur, sko. Já, Jói og Markús eru eitt og þið sama, sko. En talandi að enginn sé yfir gagnrýni hafin, eru þeir meitlarar? Eða við meitlarar? Hver er ekki meitlari? Sko, meðan þú efast, þá ertu á góðum stað. Ég efast ekki það. Þú veist, spæ versus spæ. Já. Mér finnst það bara mjög gott.
ég meina, ég hótaði áður og ég dýpa ekki frelsitífi eitt dag. Það verður að góðu, það verður mjög fljótlegt. Ég heina bara nærbuksunum, sko. Nei, ekki neinu. En meðan ég að græða á uppskriftum konuna þínar, þá ert þú í fríhelgur, sko. Ég hræddur að hún að ég ætla að fara fram á okkur báðum með vinsældir. Það engin vafa því. Og þessi einfallleiki alveg smettleikur, sko. Já, ég var endur að spurja hana, ég á 2 myndavélar, sko. Og ég er áskrifandi af Adobe Creative Cloud, þannig ég er með alveg fulla útgáfu Premiere Pro, sko. Þannig ég var að spurja hana, ég kannski taka 2 kamerur og klippa saman og eitthvað. Ég ætla að slökka á símanum, ég glemdi. Já. Hver er að hringja í Guðjón? Hvað? Er þetta eitthvað meitlara? Nei. Þetta er nú eitthvað þjóðveldi síntalinn. Menn eiga nú að vita þegar ég er í djúpkvöld, sko. Já, það er heilug stund, sko. Maður hringir ekki prestin á messutíma, sko. Það er þetta messutímin er mjög óreglulegur hjá okkur óreglumönnunum. Já, það var, hvernig, já, við vorum að tala tíkist, mér finnst þetta æðislega ásjáðan, mér finnst þetta æðislega hugmynd. Já, ég var bjóðin að nota 2 kamerur. Nei, allt of flókið, bara keep it simple. Já. Sko, margir hafa haldið því fram að því að ég er náttúrulega svo hamingjusamur í þessu hjónabandi, að ég sé eitthvað á kúana og hún sé eitthvað svona, það er frá Afríku náttúrulega og svona, það er eitthvað svona stereotýpa, sko, hún sé ópslega kúuð. Þeir sem halda það þekkja konuna mín ekki neitt, sko. Þetta var alveg ljóst bara í einhverjum af fyrstu útsendingunum á Frelsi TV, sko. Þú væri hinn kúaði eiginmann. Nei, það er engin kúun inn á heimilinu, það er bara, og þú sér það að börnin, sko. Þannig að þú ert búin að fá fjárveitingu fyrir þessari myndavél sem þú óskaðir eftir í hittifyrra. Já, hún var keypt. Ok. Já. Þess vegna á ég 2. Nei, það er ekkert, það er náttúrulega debate allt, sko, og með þess að börnin, það er rökrætt við þau, sko. Já. Það er, við rífum þau ekki bara á samhenginu, við rökræðum við þau í samhenginu. Ef við ætlum að horfa á sjónvarp saman, þá er bara leiðilegt eitthvað síðan öskrandi og æpandi, það er bara leiðilegt fyrir hina, sko. Já. Og þau beita rökum alveg miskunnarlaust, sko. Á tímabili var alltaf að segja þeim, sko, að þau þurfa að deila leikfengunum, svo var ég eitthvað að horfa á sjónvarp, sko, sem ég vildi að horfa á. Svo komu þau, já, við viljum að horfa okkar. Ég bara, nei, ég ætla að horfa núna. Nei, you have to share. Já, ok. Damn it. Mínar eigin reglur að koma í hausinn á mér. Og þá létu þau fá fjárstýringuna bara, ok, ég er í sér. En þú ert nú ekki hrifinn á Summerhill-skólanum, en hann er nú rekinn á þessum forsendum. Nei. Hann er það. Ef að börnum er smala klukkan 7 á hverju mótni inn á Litla-Hraun og þau eru sótt klukkan 5, skiptir engu máli hvaða stefna er í gangi. Það er ekki þannig. Jú. Nei, það er ekki þannig. Jú. Það er ekki þannig. Jú. Gerum þetta í hálftíma. Ég veit mjög mikill vinnu í Summerhill-skólanum. Alveg frá 14 ára. Já, þess ertu undir kúnarvaldi Summerhill. Þú hefur ekki lengur sjálf að skoða. Alls ekki, elsku Karli minn. Já, þú veist. You're into deep, man. Bitu, þú glemtir að segja nei 2 svar. Já, ok. Það er ég alveg út úr rituali. Já, bara þú veist, það er, bara, þú veist. You don't see the light. Já. I know, I'm pretty blind. Nei, það er bara hugmyndir samband við menntun sem er ekkert verið að ræða og við ræðum það náttúrulega alls ekki með já og nei. Nei, en ég rætti þetta aðeins við Þórdísi líka. Þórdís veit ekkert Summerhill-skólanum. Nei, en hún er náttúrulega inn í þessu menntasystemi, sko. Hún var nú svona pínlítið samanlega á mér, þetta væri í raun ákveðið ofbeldiskerfi. Ekki það ég ætla að fara að tala fyrir hana.
En hérna, ef ég reyni einhvern veginn að henda mér inn í þetta sem að ég var að tala þá ætla ég að séra hérna með okkur. Og hérna, present to everyone. Sérðu núna á skjánum eitthvað fínri? Ok, þetta þessi drullukaka sem að frú Bilderberg family var að ræðum. Og sjáðu, hérna eitthvað bara bla bla bla, íslenska lígveldi, eitt svæði, ríkisborgararéttur, skylda borgarana, bla 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 bla, réttindi, alls það réttindi. Sjáðu svo hérna, bara strax, mannréttindi og náttúra. Mannréttindi og náttúra. Bitte, elsku Karli minn, þú ert að skoða steipuna frá 2012. Já, ég að skoða stjórnarskrástillögu stjórnlagaráðs. Já, það ekki það sem í gangi núna. Nú. Nei, það ekki það sem Valgerður var að tala um. Jú. Hvað hún að tala um? Nei, elsku Karli minn. Hún var að tala um þetta náttúrun og þetta njóta og börn og börnin í framtíðinni og allt þetta. Hún að villaði sín. Já, ok, hvað hún að tala um þá? Nei, bitte. Mér finnst alveg ágætt að taka þetta fyrir. Mér finnst allt í lagi að ræða þessa stjórnarskrá. Já. Fyrir ekki málhaldur af því með sára á tungunni. Já, ok. Þessar tillögur. Slitna þess, hvað sér það? Þetta eru tillögur. Við ágæð. Það ofsalega erfitt að ræða þessu stjórnarskrá. Það svo mikil steypa þarna. Já, en þessna held ég að sé verkefni sem við tveir saman þurfum að fara yfir að skjóta hann í kaf eða fara yfir hvers konar rugl þetta Ég ætlaði mér eftir að þú veist ég gerði þetta nýlega 4 vídeó þegar ég var að leita að stjórnarskráni og fá að sjá hana. Já. Og ég ætlaði mér í kjölfarið að gera vídeó þar sem ég ætlaði að fara í gegnum þessu stjórnarskrá skref fyrir skref. Já. En ég hef bara verið svo upptekinn og það hefur verið mikið sótt í tíman hjá mér. Fullt af fólki skilur ekki þegar ég er að segja í vídeónum mínum do not contact me. Já. Ég þarf að fara að setja skýrar fram. Já, þú getur líka bara að blokka það allt saman. Ekki vini mína. Já, meina það. En ástæðan fyrir að ég held að það sem mjög sterkt ef að við förum yfir þetta saman, betur sjá auga. Þú sér hérna bara í 7. greininni sig, réttur til lífs. Allir hafa meðfæddan rétt til lífs. Býta. Leð mér að klára á síðan til að segja. Já. Og stjórnarskrá ekki afgreitt á einu bara. Það slitnaði aðeins hjá okkur. Ég hafði ætlað mér Það slitnaði aðeins, segðu aftur. Ég hafði ætlað mér að fara í gegnum hana, bara gera mitt eigið vídeó hana. En tími hefur ekki verið mér hagstæður undanfarið til að gera það. Að því ætlaði mér að gera alveg eins og ég gerði þarna í fyrsta annað og farði á hausinn vídeónu mínu, sem var mjög vinsælt. Ég ætlaði að gera eitthvað svipað, bara fara í gegnum hana og skjóta hana niður. En ég hef ekki haft tími það. Já, við getum Býtu. Já, ok. Síðan þegar þessi morgunþáttur kemur þarna í vikunni, þá kemur þetta ding-dong í hausinn á mér, já, það er best að gera þetta sem fyrst, en bara aftur, ég hef ekki haft tíma alla vikuna. Já. Bara síðast í gær var ég bara miðnætti í gærkvöldi, ég var úrvinda að þreyta eftir vikuna. Það er búið að vera svo mikið sótt í mig. En, býtu, ég verð að ná að hjúpa þetta. Já. Reyna að koma í orð því sem ég er að hugsa. Þannig að alla þessa viku þá er ég búin að vita, það þarf að taka það sem er í gangi og hjúpa það. Ok? En það er svo mikil steypa þetta í gangi. Hvernig á að nálgast það? Já, það var það sama hjá mér að ég ætlaði að gera vídeó líka en það er bara, þetta er svo langt og mikið
Þessna, en náttúrulega ef þú ætlar að gera sjálfur vídeo, þá er kannski ekkert gott að vera að gera þetta saman, sko, en... Nei, ég legg áherslu á orð mín aftur. Já. Ég ætlaði. Já, ok. Nei, ég er alveg sáttur við það, bara gera það saman, sko. Já, það var svona eftir þessar pælingar, eftir hennar þátt og eftir þetta þá var ég að spá í að við tækjum bara lið fyrir lið í umræðu í djúpköfun. Já, ég er alveg til í það. En má ég bæta við það sem ég var að tala um á? Já. Sem sagt, við erum hérna með. Við erum í rauninni með 3 case í gangi. Eitt caseið er lýðveldis stjórnarskráin frá 44. Öðru lagi erum við með það sem að vinstrihreyfingin vogar sér að kalla stjórnarskrá fólksins. Bara þvílík heila steypa. Og svo erum við með það sem er í gangi núna. Og fólk áttar sig ekki á. Býttu nú hægur. Ég að vísu viðurkenni, ég fylgist lítið með fjölmiðlum undanfarið. En það kom þáttur á RÚV viku 10 dögum eftir að ég fór og myndaði stjórnarskrá plaggið, kemur þáttur á Kastljósi stjórnarskrámálið og ég vissi það ekki nema af því að Facebook-vinur benti mér á það og sendi mér linkið. Og ég horfði á vídeóið og ég tók mikið af myndum af því og ég var alveg rasandi, það sauð á mér sko suðupotturinn. Ég var svo reiður. Þegar ég áttaði mig á hvað er mikið af lygi þarna í gangi. Já, en málið er það sko, og það er ástæðan fyrir því að ég held að sé besti vinnuferillin í þessu er að við dýböngum þetta saman. Við þurfum ekki að gera það í kvöld sko, við getum gert það og líka við þurfum ekki að taka marga kafla í einu sko, við getum bara tekið einhver örfáa greinar og svo bara næst tökum við örfáa greinar í viðbót og fleira slíkt, en það sem að málið er Bíddu, ég ætla að hvítbláa þig aðeins. Ég er alveg til í að vinna í þessu næstu við höfum 8 tíma útsetningu sko. Já, ég hef ekki það mikla orku núna. Bara farið þér ís. Já, einmitt. En ok, ég meina ég sáttur við það, við byrjum bara að taka stjórnarskrá vinstri fólksins og bara förum í gegnum hana eins og tími leyfir og sjáum svo bara til hvernig, þú veist, bara treystum bara flæðinu. Já, ég reyndar sko með hana Valgerði Bilderberg frú, þá eru sko, það eru sömu stjórnunar markmiðin hjá báðum hópum. Það er engin munur á stjórnunar markmiðunum og stjórnunar markmiðið er að fá fram trúverðugt umboð þjóðarinnar, það er náttúrulega allt falsað og að vita hvernig það er framkvæmt. Og hugmyndin er að fólk hefur ekkert frelsi og enga vernd fyrir valdstjórninni. Hún hefur bara fullt yfirræði yfir þínu lífi og limum og þetta er svona lokahnykkur á að sitja að sko skella fangelsinu Ísland í lás endanlega. Ég er sammála því en á annan hátt. Má ég aftur heimsækja morgunþáttinn ykkar Markúsar á mánudaginn var? Ástæðan fyrir því ég gagnrýndi Markús var vegna þess að hann tók afstöðu í sínu máli, bæði við þig og með Valgerði. Hann tók ekki afstöðuna hlutlaus útvarpsmaður, heldur í viðtalinu við þig tók hann afstöðuna ég er með valdstjórninni. Í viðtalinu við Valgerði tók hann afstöðu ég er fylgjandi því sem þeir eru að gera. Og í viðtalinu við Jóhannes Björn tók hann afstöðu þú ert gúrú, þú mátt segja allt sem þér sýnist og ég ætla ekki að gera neina spurningar eða neitt sem getur ögrað þér eða gert þér erfitt fyrir þessar útsetningu því þú ert svo æðislegur á silkipúðanum. Þessi útvarpsþáttur var góður af því leytinu til að það kom áhugavert fólk þarna fram til að segja ákveðna hluti en útvarpsmaðurinn stóð sig ekki í stykkinu
og ég gerði 2 eða 3 athugasemdir í kjölfari við Markús að það mætti ræða þessa hluti betur og hann svaraði ekki. Nei. Athuga það, ég fekk nýlega að koma í þetta út af sögu, endur ég búin að vera í allt sumar að segja að út af saga sé meiklarastöð. Já. Það var eiginlega ekki hægt annað en að lega mér að koma í einu útsetningu. Ég ennþá vissari eftir þá útsetningu í dag heldur náður að meiklararnir hafa mjög mikinn áhuga á því að út af saga taki þátt í þeirri mótun og hugafari sem í gangi á landinu. Þetta mín skoðun. Og ég treysti mér til að rökstyðja. Já, það náttúrulega ástæða fyrir því að ég fór af stað með Frelsi TV. Það var ekki ástæðarlausu. Það einfaldlega vegna þess að... Ég sé alveg hvernig verið að nota sögu til þess að taka einu raddirnar á landinu sem geta hreyft við lýinu sem í gangi, til þess að setja fram í umræðuna eingöngu þær aktivista og mótvæðisraddir sem eru meiklurinn þóknanlegar. Já, sem öðra engu, sem hafa engin áhrif, sem þinnast bara út. Já, reyndar voru þeir náttúrulega að reyna að taka mig inn í harmagettunar til þess að gera mig að atlægi, sko. Og það misheppnaðist held ég held að það hlægi ekki margir eftir þá þætti, nema ég þá kannski. Þetta kemur, ég meina það eru hlutir, sko, ég að fá í dag. Ég byrjaði þarna í byrjun júní með enskurásina mína. Já. Og mér hefur tekist með harmkvælum að draga eins úr henni að ennþá koma svona eldgós hjá mér og eitthvað nýtt vídeó, en ég að byrja að fá mjög áhugaverður athugasemdir frá fólki sem að fylgjast með því sem ég setja þarna fram og það er til dæmis bara eins og þú bentir sjálfur á morgunþættinum daginn með gullið að mér þótti vænt það að þú bentir á þetta samsæri og ekki þetta út af því að var ég eða eitthvað annað, heldur ég bara að segja að bæði þú og ég, við höfum verið duglegir að koma fram með kenningar og skoðanir og fólk að byrja að segja, heyrðu þetta var rétt hjá honum og þetta var rétt hjá honum og þetta þarna var rétt hjá honum. Það er fullt af fólki sem að fylgjast með okkur báðum. Já. Og er sjálft, sko, leið og kemur eitthvað fram og segir, heyrðu þetta þarna var rétt hjá honum Axel. Þá fer hann að tala um það og þá fara fleiri að horfa á það og þetta alltaf áfram á netinu. Þetta stendur og fellur með því hvort að fólk hafi hlustað og muni. Jafnvel þó hafi ekki verið sammála þegar það var sagt. Samsæði mitt hönnubitnu, það ekkert að fara neitt. Ég tek til dæmis eftir því að beint í kjölfarið á bókinni Varmenn kvótans þá Fiskistofa tætt í spað. Hvers vegna? Vegna það verið að fela eitthvað sem ég benti á. Það engin vafi á því. Og ég get rökstutt það líka. Já, en sko það nú líka hugsun sem að kemur stundum að mér, sko, að ef að þeir ná ekki fram, sko, þetta náttúrulega þessu stýrt frá Sameinuðu þjóðunum og NATO, að það má líka velta upp þeim punkti að ef settir ekki svona hland stjórnarskrá ykkur í gegn og Íslendingar eru með ykkur á svona stæla, þá verður Reykjavík bara njúkuð, skilur. Ég vil alls ekki að Ísland vakni. Ég vil alls ekki að það vakni nema það verði sambærileg vakning erlendis. Vegna þess leið og Ísland vaknar þannig að myndist ykkur alvöru hreyfing hérna, þá landinu lokað og hingað og hér eru nú þegar hermenn. Það er fullt af hermennum sem hafa komið hérna inn innan Pólverjana og Litáana sem hafa komið hingað. Þetta er fullt af fyrirverandi hermennum hérna sem eru sleeper agents. Það er nú þegar yfir 100 manna herdeild í landinu. Þú þarft ekki nema 200 manns til þess að gera alvöru valdarán á þessu landi og loka því á 6 klukkutíma. Já, reyndar liggur það er eitt sem að menn átta sig ekki á. Það er hlutverk skáta, en að hjálpa sveita skáta og Rauða krossins. Þetta eru herdeildir sem að eru þjálfaðar til að kontrollera Íslendinga og þú veist að þeir eru komnir það langt í lagasetningu og þeir geta tekið hvert sem út á heimilinu sínu sprautaðanir á Kleppi og viðkomandi sér aldrei dagsins ljós aftur. Sko. Já, og mjög auðvelt að sanna það vegna þess að þeir segja þetta sjálfur í búningunum sínum. Já, það stendur í honum líka. Veitu, maður sína þér. Nei, bara, það er alltaf gaman að sjá sína symbóli, fyrir ekki að hvernig tungan alveg að fara með mér.
Sko, googlaðu bara, sýndu fólki á skjánum búningana á björgunarsveitarmönnum aftan frá. Já. Varpaði á skjáin, ég mér að sjá líka. Kíkja á raskatið á þeim. Það blasir við leið og horfir á þetta með þetta í hvað búningurinn að segja. Já, ég er sammála því að það og Rauða krossin sko, þeir eru svona að drepa fólk læknisfræðilega. Það sem með ebóluna, þeir eitra vatnið á fólki og spreyja eitri yfir það. Já. Nei, leið og horfir á mann í björgunarsveitabúningi aftan frá, þá sérðu hvað ég er að tala. Já, óðarlega er mikið að brosa bara alltaf framan í manni. Ég sé reyndar ekki aftan á það. Þetta er einhver ein mynd kannski. En á þessi bara eitt kall í bakið. Ok. Þá verður að sjá hann allan. Það veit það ekki. Sjáum við það. Það er ekki góð mynd einu sinni. Þú heldur að þetta fristi mig ekki? Við höndlum það. Við erum vanir, við vinna vanir menn. Já, sérðu bossan á hann? Hvað þér Sérðu bossan á gaurnum? Hérna? Og hvað er þetta? Já, súmaðu bara. Þetta er vopnið það. Þetta er svo ári óskýr. Hefurðu aldrei séð rassinn á simpansum? Já, bara myndum, sko, já, ég reyndar í sú eitthvað staðar. Ég sé það í sú. Hefurðu aldrei séð djókið með að vera í sturtu í fangelsi og beygja sér eftir sápunni? Já, ég hef heyrt þann djók. Já, þetta er nákvæmlega það sama. Í hvaða samengi, ég skil ekki. Bend over. Þetta er ekki hjálparsveitir. Heldur. Þetta er það sem myndin segir. Já, þetta er náttúrulega sko, það er spurning hverjum þeir eru að hjálpa. Þú meina hverjum þeir eru að þjóna? Who they are bending over for? Já, þeir hafa nú alltaf notið voðalega góðs af valdstjórninni hefur alltaf þótt rosalega væntum og hérna er einhver aðeins betri mynd. Já, það sést betur á buxunum. Það sést betur á buxunum, sko. En allavega, þeir sem að fatta þetta, þeir fatta þetta. En þú sér að þetta er undir þessu svissneska herveldi líka. Já. En þetta er sko, þetta er Rauði krossinn, sko. Rauði krossinn er military hluti af NATO, sko. Já. NATO. Sko varðandi, já, ég er alveg viss það, Íslendingar mega, sko, það er allt í lagi að vakna, við þurfum þetta að vakna, en það þarf að vera sambærileg hreyfing erlendis, þess að þeir sem vakna hérlendis þurfa að vera í virkum samskiptum við fólk erlendis og útskýra á einfaldan hátt hvað vakningin stendur fyrir. En í dag er engin vakning á Íslandi, hún er 0. og það er engin samræða á Íslandi, þetta er allt stjarft, áleittur, hálfsturlaður umskiptingaskríll. Og ég er líka að tala þá sem er að fylgjast með samsæðum. Já, en sko, það er eitt sem ég byrjaði með Frelsi TV, 2013, þá var ég búinn að tala töluvert lengi fyrir svona daufum eyrum, sko, menn svona, já, en þessi furðufugl þarna með samsæriskenningarnar. Svo þegar ég fór að, spádómar mínir næstu skákleiki fór að ganga upp, sko, og menn fór að sjá, sko,
samingi á milli þess sem ég var að segja og raunveruleikann sem að fólk horfði síðan upp á skömmu síðar jafnvel, að þá vaknaði áhugi, þá bara rauk áhorfið upp hjá mér og fólk voru að tala mig og það, ég held að sé nánast enginn á Íslandi sem veit ekki hálfvitan mig, sko. Já, það mjög mikið af fólki sem veit hver þú ert. Þess vegna er svo mikilvægt, sko, og ég og ég að byrja að finna fyrir því líka. Já, einmitt. Ég að byrja að finna fyrir því þegar ég út á meðal fólks að fólk að gjóa með augunum og síðast í bónus í gær svo eina einhverja konu benda vingunni sinna á mig. Já, við erum alveg heimsfrægir á Laugaveginum. En það ágætt, fólk, það því fleiri sem vita á okkur, því fleiri alltaf ákveðið hlutfall af því fólki vera að pæli hvað við erum að segja og þeir, ef við hittum á eitthvað sem þessi virðið að segja, fólk mann það. Já, og það er að aukast hjá mér unga fólki, sko. Það er í mestum vexti, það er fólk á milli 24 og held þessi 30 eitthvað, eða veist það í þeim flokknum, sko. Og þetta fólki sem lyfjað niður? Nei, þetta fólk fólk krakkar á þessum aldri og margir að þeim hafa sett sig í komment að ég er náttúrulega svona pappa aldri fyrir þau, sko. Það er svona rýtsa stundum á til mín, sko, og svona spurja pappa, sko. Og þau eru svakalega fljóta að kveikja, sko. Já. Alveg eitur snögg að kveikja, sko. Og það er einhver meiri áttar skekkja í starffræðiformúlunni hjá meitlerunum að því að unga fólki vakna svo rætt, sko. Og reyndar þessi kynslóð sem er þá þetta 24 til 32, ég held ég að sé, þau sluppu nú við mestu heila skoðunar lifin, sko. En Guð hjálpi börnunum sem í skóla núna, sko. Það er bara, þau koma út sem zombies, sko. Ok, förum aðeins aftur að eins og þú varst að tala stjórnarskrána á hann. Já. Að þegar þú talar þetta með fangelsið. Já. Meðan fólk getur keypt sér ferðalög til útlanda eða selt bíli sem keypt bíli sinn eða getur leyft sér að skrifa ýmislegt á Facebook eða lesta bréf í blöðin, þá veit fólk ekki hvað þú átt við með þrælabúðir og fangelsi. Nei. Og svo kemur annað, fólk skilur ekki að stjórnarskráin sem við erum að tala hver þeirra sem það getur verið 44 skráin, 2012 tillögurnar, bullið sem núna á Alþingi, tillögurnar okkar, og skiptir ekki máli hver í pakkanum þetta meðan þú ert ekki að taka þátt í að ræða þetta, meðan þú ert ekki að taka afstöðu með því hvort það gengur upp eða ekki, þá þetta einhliða samningur. Já. Stjórnarskráin sem að þjóðveldið með, til dæmis, hún krefst þess af borgurum þjóðveldis að þeir taki þátt á hverju ári, taki þátt í umræðum sína eigin stjórnarskrá. Hún krefst þess að þeir taki afstöðu til þess hvort að lög verði samþykkt eða ekki og þeir eru krafnir það að ef að þú ætlar að vera í þjóðveldinu að þá þarft að sýna í verki að þú getur það. Með öðrum orðum að stjórnarskrá þjóðveldis krefst þess að samningurinn á milli stjórnkerfisins og þegnanna sé tvíhliða. Hún krefst þess, hún fer fram á það. Já, en ég held að við séum sko, við erum búin að spila þessa skák alveg til enda og þessi skák er stödd núna í pattstöðu, sko. Það er sem að hvorugur hefur í raun unnið, sko. Já, meinar umræðan á milli okkar? Já, og ég er ekki sammála því. Nei. Ok, við erum búin að ræða mína og þína stjórnarskrá nokkuð í. Við höfum aldrei rætt stjórnarskrá þjóðveldis. Jú, ég hef séð, ég hef lesið hana hjá þér og hlustað á vídeóin þar sem voru að lesa hana upp. Og ég hef alltaf sagt að það er mjög margt í henni sem að mér finnst það frábært framtak, sko. Og mér finnst hún mjög góð og það var ástæðan fyrir að ég vildi fá þig hérna í djúpköfun var einmitt út af þessari vinnuðinni sem er dýrmætt og ómetanleg.
En ég held að sko að taka það aftur fyrir ég held að sé ekki alveg tíminn núna sko. Nei, ég hef engar á að taka hann fyrir aftur. Nei, ég er að segja sko, ég bara leggja þetta upp sko að hérna Ég var bara að stríða þér. Já. Að sko það sem að svolítið mikilvægt að gera núna að því að fólk skilur ekki hérna hvað í gangi með þessar hugmyndir sem á lofti. Þetta er þvílíkur viðbjóður sko. Og það er bara ætlar þú að fara að skaða eitthvað dýr, náttúran hefur rétt í hérna stjórnarskrá, náttúran hefur rétt, þannig að þú mátt ekki drepa dýr þér til mann. Já, veistu hvað það snýst um? Það snýst um þetta, að svelta þig. Þetta snýst um það að taka þitt vald yfir þínum eigin líkama af þér. Já, algjörlega, og fyrir náttúruna, ef það þvælast fyrir náttúrunni, það er sérst, þú ert að nota svona mikið CO2 og þú ert að freta út metangasi, þetta er vont fyrir náttúruna. Það er að deyða þig bara núna. Þetta snýst um það að líkamæðin sem náttúra, hvernig orða þetta? Býtu, leið mér að koma orðum að þessu. Ef þú fer til læknis, vegna þess að læknir er búin að boða þig til bólusetningar og þú segir nei, ég hafna bólusetningum af trúarástæðu, þá getur læknirinn sagt líkamæðin er náttúran og náttúran hefur réttindi og ég er að verja réttindi líkamæðins, hann á að fá bólusetningu, þú hefur ekki vald yfir honum. Þetta er ákvæðið náttúruna. Já, sko, í nótskurð. Ég held að sko fólk áttar sig ekki á því hvað er mikil sturlun sem að opinbera sig í þessum stjórnarskrá hugmyndum. Þetta er svo sturlað. Nei, fólk getur ekki átt að segja á því vegna þess að fólk er ekki að taka þátt í þessu. Hvað heldur þú að verði margir af okkar reglubundnu djúpköfunar hlustendum sem nenni að hlusta á þessa djúpköfun okkar stjórnarskrápælingar? Ja, það eru búin að vera 7 inni allan tíman, þannig að það er allavega 7. Vegna þess að sko stjórnarskráin sjálf skiptir nefnilega nákvæmlega engu máli. Já, það er nefnilega sko, það er alveg rétt hjá þér, en það er svo erfitt að rökstyðja það við sérsveitina þegar hún að trampa á andlitin á þér inn á heimilinu hjá þér. Þá er óbúslega erfitt að rökra það við þá stjórnarskrá. Sko. Sérstaklega því að það er svo erfitt að reyfa munnin þegar þú ert með stígvæli upp í kjaftinu. Sko. Já, það er svo mikla belækningar í gangi. En eins og til að með stjórnarskrá vinstri fólksins frá 2012, af því þú varst að koma inn í hvað 7. grein á hann. Hún byrjar á að segja nákvæmlega, sko þessi stjórnarskrá byrjar á að segja í fyrstu 3-4 greinum nákvæmlega það sama og lýðveldisstjórnarskrá. Þetta eru 115 greinar, ég gleymi því alltaf, og lýðveldisstjórnarskráin er hvað 82 eða 89. Ég gleymi því líka alltaf. Svo stríði ég fólki, ég segi, veist þú hvað þetta er langt? Ég meina þessi 114 og hvað 82 er eitthvað. En það skiptir ekki öllu máli. Það sem skiptir hérna máli ef þú tekur þvættingin frá 2012, þá í þeirri stjórnarskrá allt sem í lýðveldisstjórnarskrá. Allt saman. Eina sem kemur þarna í fyrstu 4 greinunum bætt við einu sem að sjálfsögðu vantaði í stjórnarskrá frá 44, að skilgreina hvar lýðveldið væri og gefa því mörk. Að þeir bæta við það á Íslandi. Og það er svolítið merkilegt að þeir komu fram með þetta vegna þess að ég setti þetta líka í stjórnarskrá þjóðveldis, að ég afmarkaði hvar þjóðveldið væri. Lét það afmarka sig. Já, já. En og ég var svolítið hissa því að þeir höfðu, þú veist, mér hugsaði byrju voru þeir að fylgjast með hvað ég var að gera. Já, ég held nefnilega að það sé fylgst meira með okkur heldur en að við áttum okkur á. Nú, síðan koma þarna, ég man ekki hvar það endar, þessi mannréttindakafli. Þessi mannréttindakafli mesta rugl og orðamóðs þvættingur sem ég nokkuð tímann séð á blaði. En það eru mannréttindi blekking, sko.
Sko, fyrir utan það, sko, mannréttinda ákvæði í stjórnarskrá, þar sem að svona, sko, þú getur ekki sett, hvernig ég orða þetta, þeir eru þetta með einhverja 10, 15, 20 greinar til þess að tína inn svona litla baunir hvað mannréttindi eru. Og þetta fer svo gjörsamlega víðan völl og svo algjörlega, sko, þetta er virkar hnitt með það, þú ferðu ofan í bauninnar á þessu. En í rauninni er hægt að setja þetta, afgreiða þetta allt saman með einni grein og einum viðauka sem væri þá lög. Þess vegna er ég... En þetta er sko, þessi stjórnarskrá tillaga er í raun mesti viðbjóður sem hægt er að hugsa sér að bjóða þjóðfélagi upp á í svo fínu skrúðsmáli að fólk lesi þetta og þegar búið að gera lag þetta þá, já, þetta er æðislegt sko. Það stendur hérna fullt af fínum orðum sko. En til þess að ef við tökum bara 11. grein, friðhelgi einkalífs. Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð. Svo stendur neðst, þrátt fyrir 1. málsgrein, má með sérstakari lagaheimildi takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annara og athuga það getur við vegna réttinda húsflugnan á heimilinu. Þegar það fréttist að þú varst að drepa húsflugur eða mýflugur, þá er samkvæmt þessari stjórnarskrá hægt að reiðjast inn á heimilið með sérsveitinni að því að vegna réttindum annara, að þeir gera ekkert lengur greinamun á dýrum og mönnum, sko. Þannig ef þú ert að drepa ykkur á flugur sem er að stinga þig heima á þér, bara beint á geðdeild með þig, þú ert bara geðveikur. Sko, það sem þeir eru að gera með öllum þessum mannréttinda ákvæðum, öllum þessum greinum, það sem þeir eru að gera er að þeir eru að taka sko laus formaðar mannréttinda og ýmsar réttinda hugmyndir og binda þær í lagamál sem í fyrsta lagi 80% af fólki myndi aldrei lesa þetta. Hinir sem lesa þetta þeir heillast af fegurðinni í þessu, alveg eins og með sovétsku stjórnarskrána, þetta er sama pæling. Þetta er sama stjórnarskráin. En leið með lagamálinu, þá eru þeir bæði að reyna að binda þetta, en þeir eru líka með ýmsa varnagla og þar með er sko stjórnarskrá pælingin orðin sko óvirk. Stjórnarskrá þarf að vera og það ég lagði mjög mikla vinnu í þetta með stjórnarskrá þjóðveldis, að stjórnarskráin þarf að vera það víðtæk að hún skilji eftir svigrúm fyrir lög. En hún þarf einnig að vera það sértæk að hún búi til góða undirstöðu undir þessi lög. Hún þarf að vera eins og einn lítill rammi sem stórt tré getur staðið úr honum. Og þú gerir það ekki með bara því að já, hendum þessum, já, hendum þessum, já, hendum þessum, já, hendum þessum. Það þarf að fara svolítið gætilega þarna í þetta. Þú þarft sérst að segja allt en samt ekki neitt. Svona vissan hátt. Og þegar þú sérð svona margar greinar, bara eitthvað svona þurrkuntulegt lagamál illa skilgreind mannréttindi, þá missur sjónar á hver grundvöllurinn í borgararéttindum er. Já, en sko þetta... Býtu, á því áður mig gleymi því. Þá get ég nefnilega bætt við því sem að kom fram í morgun viðtalinn ykkar Markúsar, það sem að hann sagði, ég veit að þú nefnilega varst að reyna að benda honum á það, en hann tók ekki eftir því. Þar sem hann segir í viðtalinu við þig, við erum búin að veita elitunni okkar réttindi til þess að vaðna heimilið þitt og taka þér öll völd. Og hann tók ekki eftir hvað hann var að segja. Já. En þú margbendur honum á, það er enginn sem hefur neinn réttindi til að vaðna þitt heimili og taka af þér þitt forræði. Já. Sjálfsforræði. En í öllu því sem þið voru að tala þá gerðist hann sekur að án þess að segja það berum orðum, en segja það samt, að það væri sjálfsagður hlutur fyrir samfélagið að vaða inn á heimilið þitt og taka af þitt sjálfsforræði. Eða börnunum þínum. Já, þú þarf náttúrulega átt á því að Markús er náttúrulega ekki á sama stað og við, sko.
að hann hérna trúir ennþá á þessa maskínu, þessa ofbeldismaskínu sem í gangi og sama bara með til dæmis hana Þórdísi, að það er sama með samtöl okkar að hún ennþá að réttlæta ofbeldismaskínuna og hérna og upp að vissu marki þú með þjóðveldis stjórnarskráin þín og þess vegna mín stjórnarskrá lítur svo heimskulega út að hún bara 4 greinar að ég að reyna við þýsisinn að það sé ekki réttlætanlegt undir neinum kringustæðum að beita ofbeldi á milli manna. Ég veit þetta, en þetta er samt ekki rétt hjá þér. Þegar við tökum fólki svo Markúsi og Þórdísi, þau eru akademískir nútíma borgarar. Já, absolutely. Það er gott að díla við þau. Þau eru að horfa á heiminn í gegnum þá dialektík sem þau eru alin upp við. Þau eru hins vegar mjög greint fólk og mjög klárt fólk og vel hugsandi fólk. Þau vilja láta gott að sér leiða. Þau vilja taka þátt í því sem þeim finnst vera jákvætt og gott. En þau náttúrulega búa, eins og til dæmis Markús gæti aldrei leyft sér að segja hluti sem við erum að segja vegna þess að hann myndi vera rekinn af útvarpsstöðinni á morgun og hann myndi lendi því á næstu önn í háskólanum að hann kæmi öllum dyrum lokuðum. Og hann veit það. Og sama Þórdísi, hún með tengsl. Það nákvæmlega það sama með Þórdísi. En nema hún bara í annarri stöðu. En ef að ég fer aftur á móti af þjóðveldinu, og það þessna sem ég var að stríða þér áðan með það, við höfum aldrei rætt þjóðveldi stjórnarskrána. Þú ert ekki búin að sjá ennþá hvað hún raunverulega er. Hún kippir mottunni undan þessu valdi, algjörlega. Því valdi sem þú ert að tala um. En það sem hún gerir aftur móti er að hún gefur fólki verkfæri og ekkert annað. Fólki sem vill taka þátt. Það er það sem að þú og fleiri og nánast allir aðrir sjá ekki við stjórnarskrá þjóðveldis að hún er algjör viðsnúningur á hugtakinu stjórnarskrá. Það hefur aldrei verið skrifið stjórnarskrá í mannkynssögunni eins og hún. Það sem að valdið er algjörlega tekið og endurhannað frá grunni. Það er algjörlega snúið. Það sem að fólk sér ekki er að það hefur ekki greindarlegar forsendur til að setja sig inn í það. Heldur það bara afgreiðir þetta í stjórnarskrá, nei. Og einn punktur viðbót. Varðandi stjórnarskrána þína, ég hef alltaf hælt henni. Hvers vegna? Vegna þess að ég skil hana. Af hverju skil ég hana? Vegna þess að ég hef sett mig inn í stjórnarskrá pælingar. Já. Það eftir einn af örfáum sem hefur virkilega lesið hana. Það tekur það bara 3,5 mínútur held ég. Já, ég meina, ég marga oft sagt, stjórnarskrá Axels, eða það sem ég kalla frjálsa stjórnarskráin, ég finnst það gott nafn á þína stjórnarskrá. Og ég hef ekki áhuga á þú sem þú skrifar sem ég skrifaði. Ég á ekki lengur stjórnarskrá þjóðveldis. Alþingi þjóðveldis samþykkti hana í sumar. Nei, þetta er stórt atriði. Og á Þingvöllum í júní á sumarsólstöðum 2013 var ákveðið að setja bráðabirgða stjórnarskrá fyrir þjóðveldi til 2 ára. Byggð á þeim hugmyndum sem þá var búið að ræða. Þessar hugmyndir voru síðan gefnar út á prenti áramótin 2013-2014. Núna í ágúst 2015 var ákveðið að lögsetja þessa stjórnarskrá. Það var breytt orðalagi á stöku stað og felld út 1. greinin. Og hún er núna lögfest stjórnarskrá endurreists þjóðveldis. Það er til fólk á Íslandi sem hefur samþykkt þessa stjórnarskrá, sem hefur samþykkt þennan fána þarna, að vísu í breyttri mynd, ekki þessa útgáfu. Fólk sem hefur samþykkt fánalögin sem búið að gefa út. Og endurreist þjóðveldis ríkishugmynd er til nú þegar. Þetta er ekki lengur stjórnarskráin, ég sett hana í orð, það er alveg rétt, en hún er ekki lengur mín. Já,
ég skil alveg hvað þú ert að segja og ég skil alveg þess að stjórnarskrá þína en hins vegar eins og dæmisagan sem Ekki mína, heldur þjóðveldis. Já, Ekki lengur mín stjórnarskrá. whatever, að hérna Hún það ekki lengur. Já, ok, en sko það sem ég var að segja við Markús að það sem að með dæmissögunum minn Eyðeyjuna það sem að gengur ekki upp í dæmissögunum Eyðeyjuna það gengur hvergi upp ef að ég að hanna hús á segjum að ég sé að hanna hús á Akureyri og svo kemur annar og ég að hanna í Reykjavík svo kemur verkfræðingur eða annar verkfræðingur og segir heyrðu þetta hús mun nú hrynja þetta hús stenst ekki sagt, það mun bara detta niður og þá svarið mitt nei, þetta er á Akureyri sko. það er ekkert sama þyngdarlögmál á Akureyri og í Reykjavík sko. Mér finnst allir einhvern veginn svona bara gleyma þessum grundvallar atriðum að það er að öllum líkindum mjög svipað þyngdarafl á Akureyri og Reykjavík og mér finnst allir einhvern veginn nema náttúrulega ég þess vegna vill enginn tala við mig þetta að það sleppa einhvern veginn allir bara hlaupa fram í þessum fyrsta punkti sko að bara ef það gengur ekki upp á Eyðeyju dæminu þá gengur það bara ekki upp 2 menn fljóta á Eyðeyju þeir greiða atkvæði hvort það sé í lagi að nauðga og þeir segja nei, eða annar segja já og hinn segja nei þá graður þeir segja já, þetta er hann að nýta sér hinn kallinn og síðan kemur einhver kettling flýtur þarna og þeir voru ekki að biðja hann að koma svo sem og þeir segja já, hérna hefur nú verið svona lýðræði við hefur nú greitt atkvæði allt sko og nú ætlum við að bera upp til atkvæða hvort það megi nauðga konum sko og þeir náttúrulega báðir alveg já, það er alltaf það hefur ekki með þá að gera sko þeir eru ekki konur og hún náttúrulega segir nei, ég greiði atkvæða á móti já, nei, það eru 2/3 meirihluti hér sko að ef það stenst ekki þessa grunnskoðun það sem er eitthvað fólk að greiða svona atkvæði örlög annar fólks þá er það ónýtt Þetta er náttúrulega ofur einföldun en í aðalatriðum eru rökin sama get ég sagt við verkfræðingin hann er að segja, já betur það er sama þyngdarlögmál á Akureyri það er ofur einföldun á því að byggja hús í raun Þessi dæmisaga sko hún stenst ekki raunveruleika Jú, absolutt Nei, hún gerir það ekki Ertu að segja það að það séu ómögulegt að það séu strandaglópar á Eyðeyju? Nei Ertu að segja að það séu ómögulegt eða ekki tengist ekki raunveruleikanum að þessi 2 kallar á Eyðeyju myndu fara að greiða eitthvað svona atkvæði já, ég var að byggja hús þarna eða þarna, já, greiðum atkvæði Er það ómöguleiki? Ok Bentu mér á ómöguleikan í þessari dæmisögu? Nei I wonder why Nei, það er ekki hægt að röka þetta á þennan hátt Nú Nei Þetta er eins og þegar ég var að fara með mál fyrir dómstóla, þá var alltaf það sem að þeir í meitlararnir lögðu fram, það var alltaf svona, já, þetta er svo fínt hjá þeim og þetta er svo æðislega. Ef ég lagði eitthvað fram, þá var alltaf sagt bara, heyrðu Axel minn, þetta er nú ekki CSI þáttur, sko. Veist, það er ekki hægt að hafa eitthvað svona doppul standard, sko, ef að verkfræðingur er að hanna hús og hann segir svona, já, þyngdarlögmálið er bara aukaðatriði, sem að þýðir í svona ofur einföldum sannleika, það gengur ekki upp þar, þá gengur það aldrei upp. Það er ekki hægt af því við erum ekki að ræða saman. Ég veit ekki. Þú ert kannski með dæmisögu sem afsannar þessa dæmisögu eða dæmi eða einhverja afsönnun á þessu. Ég er mjög opinn fyrir því að hlusta á það. Sjálfum sér. Þú bjóst til dæmisögu sem hentaði því hugarmódeli sem þú vildir rökstyðja. Akkur hentar það mínu hugarmódeli? Ég veit það ekki. Ok, hvað er mitt hugarmódel nákvæmlega? Ég veit það ekki. Jú, mitt hugarmódel er að það er ekki hægt að beita ofbeldi þótt að séu greitt atkvæði það. Það er mitt módel. Ok, ég vil koma með 2 atriði, bara svona, ef ég má. Don't get pissed off again. Nei, sömuleiðis. Þetta er sprengju fyrir málefni, sko. Ég fer þá bara aftur í vaskinn, sko. En það eru 2 assumptive
forsendur sem þú gefur þér Ok. í þessu dæmi. Í rauninni 3. Ég kann ekki að segja assumptive á íslensku, ég kann það ekki. Assumptive þýðir ætlun eða sérst Já, þetta er þú veist, bara I assume, ég gerir ráð fyrir, þú gerir ráð fyrir ákveðnum hlutum. Já, ok. Og Fyrsta hverju lagi- gerir ég ráð fyrir? Í fyrsta lagi gerirðu ráð fyrir því að það sé til eitthvað fyrirbæri sem heitir lýðræði sem að hafi ákveðnar reglur. Í öðru lagi gefurðu þér það að ofbeldi sé rangt og í þriðja lagi gefurðu þér það að nauðgun sé ofbeldi. Segðu þetta aftur, að ég gef mér það að lýðveldi Nei, lýðræði sé eitthvað fyrirbæri sem að hafi innbyggða reglur og innbyggða aðferð. Öðru lagi gefurðu þér það að ofbeldi sé rangt og í þriðja lagi gefurðu þér það að nauðgun sé ofbeldi. Ok, ef ég svara fyrsta þýsisnum að ég gefi mér að lýðræði sé vont, svo er það ekki? Nei, hafi innbyggðar aðferðir. Ok, í raun var ég bara að segja að 2 kallar fljóta upp á eyðeyju og þeir segja svona, byrja kannski að segja, heyrðu, eigum að byggja skúrin þarna eða þarna og annars segir þarna og hinn segir þarna. Þú notaði nauðgun. Já, betur ég er að svara einu og einu, ég get ekki svarað öllu í einu. Okay. Að þeir sem sagt bjuggu sér til eitthvað kerfi til þess að taka ákvarðanir, sko. Þannig ef að einn sagði þarna og þá greiddu þeir atkvæði, þá var annar með og hinn á móti og ef þið sagði þarna þá var annar með og hinn á móti, þá var ekkert byggt á hvorugum þessum stað. Og þá þurftur að halda áfram að reyna að finna þá til að voru báðir sammála, já, við byggjum þarna. Þannig að þetta eru bara einhverjir 2 kallar sem fundu sér upp einhverja leiðir til þess að taka svona ákvarðanir hvað þeir ætla að gera, byggja eða gera. Þú varst að nota... Leið mér að klára. Og meðal annars, af því annað var mjög græður og lagði upp til atkvæða hvort það mætti svona bara fá sér drátt ef manni langaði það. Og alls konar annað, veist, hver á að fá vatni fyrst og veist, þeir svona einhvern veginn bjuggu sér til það kerfa þeir greiddu atkvæði allt. Og ég kalla, það skiptur einhver máli hvað það er kallað. Við getum kallað það lýðræði, lýðveldi, við getum kallað það hvað sem er. Það skiptir ekki máli nafni á því, ég er að lýsa því hvernig þeir ákveða hluti. Síðan er ég að benda á það að því að allir skilja hugtakið nauðgun, ég er að lýsa því þegar að einstaklingur sem rekur þarna upp líka og eina sem þetta fólk á sameiginlegt að það er mannfólk. Við raunir þeir kannski hugsa, já, heyrðu vesen, sko, ég meina, við þurfum að byggja eitthvað við skúrin fyrir þessa kettlingu og þeir voru ekki að biðja hana, sko. En þeir finna eitthvað svona, ég gef mér það líka, þeir hafa eitthvað skildur til samfélags við hana. Og þá kemur þessi grafi upp með þessa hugmynd, já, heyrðu, sem að lagði þessa nauðgunar hugmynd áður, að hann kemur aftur með hana, sko. Og þá var hinn orðin pínu graður og segja, já, kannski, ok, en við lofum að gera þetta aldrei, sko. Skilur og þá situr þarna 1/3 af mannfólki sem startir á þessari eyðeyju, skiptir henni ekki máli að hverju, hún situr í alveg svakalega vondri stöðu. Þú ert að gefa þér það að þeir myndu vilja nauðgunni. Nei, ég veit það ekki. Ég meina, henni líður kannski ekkert vel að bara vita það að það er bara búið að samþykkja það einhvern veginn að það sé bara allt í lagi. Þú ert líka að gefa þér... Þetta verður aldrei framkvæmt, skilur þú? Þú ert líka að gefa þér það að hún vil ekki láta nauðga sig. Þá hefðu hún væntanlega greitt atkvæði með því, eða ekki? Já, ég veit það ekki. Af hverju greitt hún atkvæði gegn því þá, sem er í þessari Þú sagðir hún greitt atkvæði á móti. Þetta er mín dæmis að. Ok, mér langar að backtracka smá við þess. Já, ok. Áður en hún kom til eyjarinnar, þegar þeir voru að ákveða að ég var að segja við þig að þegar hún notaðir lýðræði í dæmisögunum, þú gerðir þetta líki þættir við Markús. Ég notaði ekki orðið lýðræði held ég, var það?
Já, það getur vel verið, jú, ég man Við þetta ekki getum, nákvæmlega. við getum hartóast það, sko. Nei, það skiptir engu máli. Það er allt í lagi mín vegna, sko. Já. Ég er bara gestur hérna. Einmitt. En, sko, við erum alin upp við það að lýðræði tákni meiri hluta atkvæði. Það er dæmið sem þú notaðir. Já. Ég meina, já. Ok, þeir eru tveir á eyjunni og þeir ákveða að við viljum að hafa kofa og þá fara þeir að rífast hvorum einu á eyjunni og þeir greiða atkvæði það og þeir eru aldrei sammála. Svo stingur einhver, já, hvað með þriðja punktinn og allt í einu greiða þeir báðir atkvæði. Með, ok, meiri hluta atkvæði. En þeir eru tveir, meðan annar þeir eru á móti og hinn með, þá fá þeir enga niðurstöðu, en þegar að þeim slísast til að vera sammála, þá fá þeir niðurstöðu. Og upprunalega dæmið sagði, sko, nú eru þeir kynverur og þeir ákveða, annar þeir kannski bæ, sko, og honum finnst bara allt í lagi að hann megi bara nauðga hinum mörg. Nema að því þeir eru með lýðræði, þá, náður ekki meira hluta. En sá sem vill nauðga hinum, hann kannski áttar sig allt inn á því að hann er topp en ekki bottom og hann vill ekki láta bottom nauðga ef að hann lendir í því, sko. Þannig að hann ákveður bara, Lóa Finnboga er ágætt og við bara bönnum nauðgun. Ég var ekki með þessu að leggja til skrift í klámynd, sko. Nei, en ég er að taka þetta samt í fúlust alveg og mér langar að fá að útskýra hvers vegna ég er svona erfiður við þig. Já, en sko, það er allt í góðu lagi, því að þarna stendur hnífurinn í kúnni og það má takast hressilega á það. En eins og við erum að gera núna, að sjáðu til, það er hægt að líka stilla upp alls konar öðrum scenaríu. Það er hægt að stilla upp scenaríun að þeir svona reka upp á þessu eyðeyju og annar segir, já, ég þoli ekki annað fólk, þannig að þú getur bara verið þarna hinum megin og eigin og ég ætla að vera hérna megin og ég vil helst aldrei hitta þig, sko. Og svo kemur kettlingin, rekur hann á land og þá allt í einu vilja að fara að gera eitthvað svona samfélag, sko. Já, we are not there yet, sko. Og við getum sett upp það scenaríu líka að þeir einfaldlega reka upp á eyðeyjuna og þeir byrja á því að slást heftarlega það hver er sterkari og sá sem að vinnur þann slag, hann einfaldlega lýsir yfir að hann sé konungur á eyjunni og þar með bara er það sem hann segir eru lög og það er það sem gildir og hinn getur í sjálfum sér ekkert falið sig á eyjunum neins þar því þá kemur hinn bara og lemur hann. Nú síðan rekur þessi kettlingasnift á land þarna líka. Og, we are not there yet. Og hver heldur að fáið á yfirráð yfir kettlingunni? Við getum sett þetta dæmi. Ég veit það, ég er alveg til að ræða það, en við þurfum aftur að baktaka. Sko, ég átti mig alveg á því að þegar tvo menn rekur svona upp á eyðeyju og annar þeirra er kannski svolítið ofbeldisfullur og er kraftmikill, að hann getur tekið öll völd á eyjunni. Hann gæti líka gert það í gegnum dialektík. En það breytir því ekki að hann þarf að sofa á nóttunni. Og hinn gæti verið mjög hættulegur þegar hinn sefur. Já, en þá gæti hann í raun bara dreipið hann á hann að fyrir að sofa. Ja. Eða bundið hann eða ekki. En við erum með öðrum orðum að gefa okkur. Við þurfum nefnilega, við þurfum einhvers þar að gefa okkur einhvert punkt. Segir hver? Má ég klára? Já. Takk. Við erum að nota dæmi til þess að við erum að reyna að búa til dæmi til þess að geta talað stjórnarskrár. Það er það sem við erum að reyna að gera. Já, ég er allan að reyna. Já, þetta er akkillesarhællinn sem við erum að skoða í öllu dæminu. Og dæmisagan, við byrjum á að rífast með einu, vegna þess að ég sagði dæmisagan sem þú átt að nota,
hún næri ekki að skera kökuna, sko. Og það það sem ég þarf að fá útskýra á hverju sliði þetta. Já, þú ert líka að gefa þér fullt af hlutum líka, sko. Já, ég átti með því. En sko, mig langar til þess að finna flöt á því hvernig við, af því núna erum við á eigin eyju. Já, ég er reyndar ekki í Íslandi, en ég er hérna. Það skiptir ekki máli, við erum á einhverju huglægri eyju og við erum ekki sammála. En við erum samt nógu sammála til þess að við erum að reyna að finna niðurstöðu og það er punkturinn. Það er punkturinn sem ég er að tala um. Já, sko, það er annað sem að við báðir gáfum okkur við þessa eyðu dæmisögu er að þetta fólk vildi hafa einhvers konar samfélag, sko. Það er kannski ekkert gefið, sko. Við þurfum að gefa okkur svolítið mikið af hlutum, sko. Til dæmis það stendur hvergi í þessari stjórnarskrá, það stendur hvergi að þeir sem vilja ekki vera í þessu dæmi, hvernig geta þeir bara sagt nei takk, sko. Akkurat. Það vantar hann að nei takk-knappin á þetta drasl, sko. Það vantar miklu meira en það, en þetta er góð byrjun, sko. En við erum bara að byrja á fundamentinu, ef þetta gengur ekki upp í einfaldri eyðu dæmisögu, þá gengur það ekki upp, sama hvað þú byggir þetta hús hátt á sandinum. Halleluja! Axel fann elspýtur. Ráðan kemur ljós. Ef það er byggt á sandi, þá breytir einhver hvort það eru 3 hæðir eða 30 hæðir. Nákvæmlega. Þarna liggur líka öll matsíkin, sko. Þarna liggur öll matsíkin, já, við verðum að vera samfélag, við verðum að vera góð hvert við annað, við verðum að vera með réttindi, við verðum að vera með þetta og vera með hitt og svo fer bara elítan á fylleri, sko. Já, þetta er kjarni málsins. Sko, lýðræði, þegar við notum orðið lýðræði, þá höldum við að sé einhver ákveðin uppskrift sem það er ekki. Lýðræði getur aldrei orðið nema fyrst komi lýðræðis samræða. Já, sko, ég held að... Hvað er lýðræðis samræða? Blekking. Nei, samræða er engin blekking. Í mínum huga, í mínum huga er þetta þannig. 2 eða fleiri skiptast á skoðun. En meðan þeir geta ekki orðið sammála, þá er engin samræða. Vegna þess að þá eru þeir bara í endalausum svona hringferli. Samræða hlýtur að hafa leiða af einhverju. Já, segir hvað, nú er ég kannski bílasali og þú er búin að vera að skoða hérna bíl hjá mér og spark í dekkin og svona, við erum búin að tala um þetta í mjög langan tíma og þú sért svona leitaðir að bíl og svona, þú er búin að vera í korter að tala við mig um bíla. Svo segir þú bara, nei, ég ætla að fara að skoða annað. Þá bara ríkur sérsveitin út og handjárnaði og hendir í 20-30 ár fyrir að haga þér svona. Já, þarna erum við að tala um módelið sem að ofanfrá lýðræðið er að beita. Nei, þú gafst þér þarna að það væri einhver lýðræðis umræða sem væri eitthvað nauðsynlegt að væri. Nei, ég sagði aldrei lýðræðis umræða. Og hvað sagðir það? Samræðan. Lýðræðis samræða. Já, fyrir mér er þetta bara svona tuggur, sko. Veldisræðis. Umræða er þegar að ákveðin hópur fólks heldur fram viðhorfum og skoðunum, en meirihluti fólksins er áhorfandi á umræðum. Er að horfa á samræður eitthvað sem endar svo hugsanlega í kosningu eða einhver öðru. Samræða er þar sem 2 eða fleiri skiptast á skoðunum og hugsunum, hlusta hver á annan og eru opnir fyrir því að það leiði til einhvers. Já, fyrir mér er þetta, eins og ég var að tala um að ef fólk horfir á eldhúsdagsumræðina Birgittu og horfir á hérna Yes we can. Yes, we can. Birgitta iðkar ekki samræðu, hún tekur þátt í umræðum. Leið mér að klára að þetta sem að hún er að beita er dáleiðsla með orðum. Þetta er orð, sko,
orð eru seiður og sama eru öll þessi orð sem verður að nota mannréttindi, lýðræðisumræða, lýðveldis, þetta allt sem þetta eru galdrar, þetta eru blekkingar og þetta er álíka verðmætt og síðasta prumpið hjá manni. Birgitta ekki með á eiginleginni. Nei, ég veit það, hún er eins og hún er, en þú veist, sko, ég er að reyna að taka þessa umræðu án þess að nota nokkur seið orð eða dáleiða nokkur. Já, ég er að reyna að samræða. Já, ég upplifi svolítið að þú ert að reyna að nota nokkur svona töfra orð. Nei, og ég er að reyna að gera það absolutt ekki. Nei, það er filter hjá þér. Þú ert ekki að heyra það sem ég er að segja. Út af þessu filter. Þú ert að segja eins og að taka ekki þátt. Hvar var ég að segja það? Þú sagðir það áðan. Hvernig? Já, fólk sem vill ekki taka þátt. Þú ert líka að tala það. Nei, hvað með fólk sem vill ekki taka þátt? Hvað er takkinn til að taka ekki þátt? Ég bara tók undir með þér. Ég greiddi þér að, þú fyrst atkvæði. Nei, ég er ekki að tala fólk sem tekur ekki þátt. Sko, mín skoðun sem ég hef sett fram er að ef þú ert Íslendingur og það eru 300.000 Íslendingar, þá færðu 300.000 af auðafum landsins inn á reikningin einu svona ári. Svo getur þú bara chilla og gert það sem þið sýnist, sko. Og þú átt líka 300.000 af landi Íslands. Slíkt kerfi yrði tekið í raskatið innan 50 ára. Það er marg sanna sig. Já. Það myndi fara í hjálparsveitabúningin. Ok, ég er ekki til í að kompromisera á þessu, en það er þetta fólk sem er til í það. Ég er ekki til í að fara að beita einhverju svona dáleiðslu og einhverju svona plan B, sko, því að plan C og plan D til þess að koma þessu ofbeldi á, sem að allt þetta hópist að drullum allt snýst það snýst eitthvað form af ofbeldi. Já, en við getum ekki rætt ofbeldi fyrir við klárum að ræða lýðræðið. Lýðræði er ofbeldi, það er engin munur þar á. Lýðræði er þar sem fólk kemst að sameiginlegri niðurstöðu. Þar sem allir, nei, maður má segja þetta. Já, mátt segja þetta. Já. Lýðræði í mínum huga, raunverulegt lýðræði, raunlýðræði, skammtalýðræði. Það er þar sem að 2 eða fleiri ræða saman, hlusta hver á annan, sýna í samræðunni að þeirra við hlusta hver á annan og komast að samkomulagi eitthvað, punktur. Ekkert ofbeldi með það. Já, ég er ekki á þeirri línu. Ég er á því að fólk á að hafa allt sitt og það vilja aldrei ræða við einn eða neitt. Ég fatta ekki þessa kröfu ég meina eins og ég hef sagt áður, ég er mjög hlynntur því að sé samningaréttur. Að samningar séu, ég get sagt, ok, ég skal gera þetta fyrir þig og þú lætur mig þá fá einhver verðmæti í staðinn eða ég ger eitthvað fyrir þig. Ég er mjög hlynntur því. En það er þá bara það. Ég segi við þig, ok, ég skal mála hurðina hjá þér og þú segir ég skal mála gluggan hjá þér. Og that's it, það er samningur og ég mála hurðina hjá þér og þú gluggan hjá mér. That's it. Það er ekkert meira með það, sko. Það þýðir ekkert að ég sé komið í eitthvað ævilátt viðskiptasamband eða neitt slíkt, sko. Nei, þarna erum við komin í svo mörg skref frá eyðieyjunni, sko. Hverju? Kannski niðurstaðan var hjá þessum 2 gaurum að segja, ok, við komumst aldrei að samkomulagi neitt, þannig að ég bara byggi minn skúr hérna og þú byggir þinn skúr þarna og svo bara heilsumst við þegar við mætust á ströndinni eða hvernig það er og svo kemur kannski, that's it, sko, þá bara byggja þeir sinn skúr, það er alltaf þessi krafa eitthvað helvítis saman móða hópista drasl. Ekki var ég með neina kröfu. Nú,
Ég ennþá veiðihirni. Ef að fólk mætir ekki á héraðsþinga þá er það útskúfað. Það er ekki þannig. No. Nei. Við erum langt frá því. Langt frá því. Ég er ekki það, sko. Já, ég eins og þú, hefur reynslaði að selja á hurðina. Ég seldi landið þitt Ísland og ensk-íslenska orðabókina. Þú hafði það, ég held að sé eiginlega enginn sem veit neitt sölumennskunni mann hafi reynt hurðina. Já, Þú hefur mikla reynsla af hurðinni. Já, það er gaman að hurðinni. Já, það er mesti skóli sem hægt er að fara í. En sko, ég er yfirburða sölumaður og það er ekki einu sinni þannig ég þurfa að segja það sjálfur af því að ég hef vitnisburð það og það var eiginlega annað fólk sem benti mér á það. Og þarna það sem þú sagt sko að reynda að selja sölumanni sko. Að sko þess vegna til dæmis þegar ég hlusta á Valgerði Bilderberg frú þarna eftir að ég tjáði mig þá heyrðu bara þetta er lás í söluræða sem verður að flytja. Ekki einu sinni það. Og bara vestu sort sko og sama er það sem að Birgit er að reyna að selja þetta eru sko 5. flokks sölumenn sko eða sölu fólk, þú veist það má aldrei segja neitt sölu maður eða sölu kona, það má náttúrulega ekki lengur þetta er bara sölu fólk sko, eða sölu manneskjur eða það er verið að fókast svo mikið í málinu og þess vegna þegar ég fer niður í grunninn þá eru þetta viðbröðin, já þetta á nú ekkert við Axel, þetta sem þú ert að segja bara passar ekkert inn í umræðina og þetta er bara vitleis og heimska sem ég er að segja og ég er bara að segja þessum árans verkfræðingi, heyrðu, þú verður að reikna með sama þyngdarkrafti á Akureyri Reykjavík. Nei, það er ekkert svoleiðis. Það er miklu minni þyngdarkraftur á Akureyri. Ég hefur komið til Akureyri. Nei. Það veist, það er bara, ég er einhvern veginn svo gjörsamlega átt og ég sé bara orðseiðin í þessum stjórnarskrá tillögum og pælingum öllum að bara seiðurinn og orðin sem verður að nota svona saman stöndum við, sundru föllum við og það er bara að vera að dáleiða fólk aftur og enn og nýbúin sko. Og fólk er alltaf mæta ég er ekki þar. Nei, ég er að sjá hvernig ég upplifði þetta sko og ekki taka þetta allt persónulega sko. Ég hef alltaf sagt að það eina sem að ég geti hugsanlega haft áhuga að skoða í þessu sem er í boði er endurreist þjóðveldi sko. Ég hefði hugsanlega áhuga að skoða það og ræða það. Hitt er bara way off sko. Endurreist þjóðveldi verður mjög líklega lagt niður 12. desember næstkomandi. Já, ég reyndar sko, þá er ég ekkert endilega að tala um þetta þjóðveldi eins og það var skýrgreint og allt það. Nei, ég er bara að segja það. Ég byrjaði þjóðveldisumræðuna 12. desember 2012, 10. desember 2012 og ég ætla mér offísialt að hættinni 10. desember 2015. Algjörlega að draga mótur í. Ég mun ekki minnast á þjóðveldi eftir það. Og ég mun fjarlægja megnið af mínum skrifum af netinu þessi mál. Já, en sko, það er það sem ég er alltaf að hrósa þér fyrir og segja aftur og aftur er svo frábær hjá þér að þú ert allavega að horfa í rétt átt, sko. Ég veit ekkert það. Já, þú ert að horfa til okkar ættlegs, þú ert að horfa til okkar menningararfleiðar sem eru víkingarnir. Ég veit ekkert hvort að það er rétt. Ég veit eins og að ég er að horfa í einhverja og ég veit að ég fann eitthvað, en ég veit hins vegar að þú kastar ekki perlum fyrir svín og ég ætla að taka þessa perlu út af netinu eftir nokkra vikur. Já. Og ég tilkynnti mínu fólki það í sumar. Að ef ég sjá ekki ákveðna breytingar eða ákveðna hluti gerast, þá ætla ég að hætta þessu. Ég er bara að tala fyrir sjálf á mig. Fáninn er ekki að fara neitt, sko. Nei. Ég veit alveg hvað ég stend fyrir, hvað ég trú á. En það er, sko, ef við ætlum að ræða stjórnarskrá, þá þurfum við að byrja að ræða hvaða tungumál á að nota. Já, ég kalla... Og má ég aðeins? Ég er ekki neitt reiður að eftir í kvöld, sko. Nei. Það sem ég var að stríða þér áðan með að
eyðieyjumódelið virkaði ekki, þá átti ég við það, við værum ekki búnir að gera samkomuna okkar á milli hvaða, og þá ég ekki að tala mig að þig, heldur bara menninni tveir á eyðieyjunni. Mér finnst nefnilega dæmið frábært, mér finnst dæmið æðislegt, en því ábótavant, það punkturinn. Ég segi, til þess að við getum búið til þetta módel, þá þurfum við að fara ofan í hvort sem það ég eða þú eða báðir, hvað við erum að gefa okkur sér sjálfgefið og ræða þau atriði, skref fyrir skref, þangað til við erum komnir með farveg sem við báðir erum sammála. Sko það eitt nefnilega sem að ég fæ stundum á tilfinninguna, það gæti verið rangt hjá mér, ég fæ það stundum á tilfinninguna þegar við ræðum stjórnarskrármál, að þú hafir gefið þér hugarmynd að ég sé fylgjandi því að stjórnkerfi geti beitt valdi. Því ég fæ þetta stundum á tilfinninguna. Hluturinn þegar ég var að pæla í stjórnarskrá fyrir endurreist þjóðveldi, þá var ég einmitt að pæla í hvernig get ég búið til samræðuvettvang þar sem fólk sem hefur áhuga á lýðræði, áhuga á samvinnu, geti búið til tól sem allir græða og sem virki fólk, sem gefi fólki eitthvað incentive til þess að langa til að taka þátt og leið traðkar ekki á öðru, þar sem er ekki hægt að misbeita þessu valdi sem þjóðfélag sko, og taktu vel eftir orðavalinu, ég sagði ekki samfélag. Ég átta mig mjög vel á þeim hörmungum sem að samfélag hafa búið til eins og til dæmis á tímum nornaveiða, þegar einhver prest andskotan skrattadímon gat leyft sér að ákæra mann eða konur fyrir galdra og svo var bara búið að brenna það á báli innan nokkra daga vegna þess að skrillin í samfélaginu var svo vitlaus. Ég get alveg sagt þér eins og að á margan hátt fyrirlíti lýðræði, á margan hátt. En ég áttaði mig á því 2011 og 2012 þegar ég var að byrja að pæla í þessum hlutum. Hvers vegna ég fyrirlít lýðræði, eða fyrirleit lýðræði. Og það var vegna þess að ég var alinn upp við að trúa á þá mynd lýðræðis sem að samfélagið hefur trúið inn í hausinn á mig. Ég hafði aldrei spurt sjálfa mig að því hvað lýðræði og hvað samræða eða hvað sjálfshvatning Og þessna var ég að pæli, ég var í rauninni bara að pæli, heyrðu, hvernig væri þetta hægt? Og ég endaði með endurreist þjóðveldi, bókina mína. Og þegar ég var búin að henni, þá var ég komin með nokkra hugmyndir sem enduðu í þessum tillögum að stjórnarskrá. Og ég trúði því í einlægni. Ég nefnilega stundum svolítið græningi. Ég svo naív með suma hluti. Ég trúði því að það væri til fleiri Íslendingar sem hefði áhuga að ræða þetta. En það enginn sem er áhuga að ræða þetta. Menn vilja umræður. Og menn vilja bara umræður frá þeim sem eru með faglega orðagjálfið, sem eru samþykktir af elítunni. Það engin samræða á hvorki okkar landi, né í hinu vestræna heimi þessi mál. Já, spurningin hvernig búum við til lýðræðis samræðu? Og það þetta sem ég við. Hvernig getur ég og þú, ég og þú erum frábært dæmi. Við erum báðir menn sem erum stórhuga, við erum báðir menn sem erum auðvelt með að setja okkur inn í hluti, við erum báðir menn sem nennum að grúska í hlutum, við erum báðir menn sem þorum að fara langt út fyrir hugarramann til þess að pæla í hlutum, við erum báðir menn sem erum fylgnir sjálfum okkur, við þorum að fylgja eftir okkar skoðunum og sýna þeim verki. Við erum báðir með það öflugt karisma, það fólk hlustar á okkur og pælir í því sem við erum að gera. Og svo hvernig geta menn sem eru svo ríkalega sjálfstæðir eins og við erum alveg bila sjálfstæðir menn. Getum við búið til lýðræðis samræðu? Hvernig myndum við fara að því? Já, sko ástæðan fyrir því að ég mjög gaman að því að tala við þig þessar pælingar að þú nú sennilega einn af þeim fáu sem eitthvað vit í því að tala við að því að þú hefur ákveðna vakningu og ákveðin skilning á hlutum og ég náttúrulega
ég algjör uxi, sko, þannig að veist, ég mjög harður og sko sko, það sem ég vil segja að þetta mjög góð pæling að ef að við ætlum að hafa ykkur umræðu og ef að við ætlum að gera þetta og ef að við ætlum að gera hitt, þá það óbúslega gott að gera það svona við hins egin. Og ég alveg sammála þeirri umræðu, sko, að því að endapunktunum vilja allir að gera eitthvað, sko. Flestir vilja eitthvað gera, sko. Skemmtilega fara í tennis. Þeim sem að fara í tennis get ég mætt með vélbyssu í tennis og bara alltaf unnið þannig, þú veist. Þegar ég mæti í tennis, þá ég búin að samþykkja eitthvað svona ramma, sko. En það þýðir ekki að ég ætla að vera á tennisvellinum bara fastur sem fangi allt mitt líf. Ég ætla bara að mæta í tennis og það svona ákveðin rammi og það gerir leikinn spennandi og allt það, skilur, en það sitt, sko. Síðan ég bara farin, fara í badminton eða eitthvað annað, heima að horfa á sjónvarpið eða whatever. Og það þetta sem að ég upplifi svolítið, að þú ferði eitthvað einu sinni í tennis og búin að læra reglurnar eitthvað svona, og svo segir ég, þetta nú ágætt, sko, þetta ekki alveg að fíla þetta, sko. Og ég ætla aðeins að reyna fyrir mér í fótbolta, sko. Þá kemur bara tennisfélagið og dómarafélagið tennisleikar og bara nei, þú getur sko ekkert farið hérna. Þú búin að skrifa undir hérna samning sem þú skrifaðir aldrei undir og við ákveðum að þú hafði skrifað undir og þú ferð ekkert hérna út neitt framar, sko. Og það bara ekki, wow. Já, við erum allir búin að greiða atkvæði þetta hérna félagarnir og veist bara, wow, ég ætla nú bara að spila tennis, sko. Og fyrir mér sko, veist, fyrir mér byrjar þessu umræða einhvern veginn bara alveg lengst og þá bara, já, ertu að segja tennis sé heilsuspillandi, ertu að segja tennis sé einhvern veginn ekki, þú veist, nei, ég ekkert að tala um það, ég að segja ég nennis ekki, þú veist, ég ætla bara að gera eitthvað annað. Og það einhvern veginn bara, já, þú ert svona bara á móti öryrkjum, þú veist, bara, Nei, en þú sér hvað, sko, ef að fólk getur ekki, sko, ég meina, hér við tveir að ræða bara sko, forsenduna, hvernig á að ræða þetta, við erum bara tveir og ég að nenna því vegna þess að ég veit alveg, skilurðu, þú veist, hvernig nenni ég að ræða svona hluti við mesta þverhaus Íslendinga? Ég að hlæja því að bæði þetta svo rétt og þetta líka pínulítið svona offensive. Já. Þetta damn rétt, sko. Veist, það vegna þess að ég veit að þverhausinn hefur mjög sterkar réttlætiskennd og hann hefur mjög djúpt andlegt innsæi. Hún gengur gott eitt til þó við höfum eftir að dýbönka hvort hann sé með meitlara rás eða ekki. Og ég veit að reynsla þegar hann veltir sér fyrir sér hlutum og kemst að niðurstöðu og þá nennir hann samt að ræða það áfram sem mjög fágætur hæfileiki, ég var að slá þér gullhana, sko. Og ég veit að þegar að þú hefur nákvæmlega sama hæfileik og ég sjálfur, að þó þú hafir eina skoðun, þá hlustar á skoðun annarra og þú veltir fyrir þér hvort að það sé ástæða til að endurskoða þína fyrri afstöðu. Ég svona sjálfur, triljónsinnum á ævinni hef skipt afstöðu af því ég endurmat mín afstöðu mín. Já, sko, ég í raun ekkert að grínast því ég segi, ég vona ég hafi rangt fyrir mig með allt, sko, við lifum bara í útópíu, sko. Já. Það í raun ekkert, en sko, það sem ég alltaf að reyna að koma inn í þetta þessi aflfræði, sko. Og það kannski að því að í svona þessum uppfinningapælingum mínum og veist, að byggja hús og vinna á krana og alls konar sem ég verið að gera lífið, þá hef ég einhvern veginn þurft svona, og líka í markaðsfræðinni, þar þurfti ég að læra mikið í sambandi við aflfræði, að sko, þess vegna önnur góð dæmissaga þetta með verkfræðingi sem að teikna hús og Akureyri, sko. Að hann segir, sko, já, en ég meina,
þeir eru svo fátækir og Akureyri að fyrir utan Samherjaliði en að hann vill ekkert eyða neinum peningum í eitthvað burðarþol og eitthvað svona, hann vill bara, og hann segir mér kúnin að það sé ekkert svo mikið þyngdarafl á Akureyri sko. Að sko þótt hann sé að allir að vilja gerður og hann vill í raun hjálpa kúnanum til þess að byggja ódýrt hús og sleppa bara allir þessum burðarþolskjaftaði sko, að þá er hann í raun ekkert að gera kúnanum neitt greiða að sleppa því að reikna inn aflfræðina. Það er það sem að, þessan eru margir sem að sko, og það er það sem ég upplifi líka að sko, að ég verð að játa það, Guðjón, að ég upplifi það að flestir eru bara teikningur hús á sandi og eru ekki einu svona reikna með þyngdarafli jarðar sko. Og ég veit að þegar fjölskyldan er flutt inn í þetta hús og allt fyrir eitthvað í gang, að þá myndi það hús hrynja. Og ég er að segja það að ef að það er ekki tekið inn í reikningin á þessu að byggja þetta hús, aflfræðin sem er ofbeldið, þá mun það stór skaða þá sem ætla að búa í þessu húsi. Ég er sammálaðir með vissum fyrirvara vegna þess að sko, ég var að hugsa mjög svipaðan hluti þegar ég var að pæla í þjóðveldi. Sko, ég ætlaði mér ekkert að kalla þetta þjóðveldi. Það var aldrei það sem ég lagði upp með. Það var algjör tilviljun að ég fór í fortíðina. Ég fór í arfin okkar, arfleifðina. Það var tilviljun, mér var bent á að gera það. Sko, ég var bara gera nákvæmlega það sama ég sagði á hann. Ég var bara nálgast þetta svo forritari. Forritari hefur ákveðna aðferð til að leysa vandamál. Það er það sem forritari gerir. Ef þú opnar ritvinnslu eins og Word, þá ertu að horfa á lausn á vandamáli. Hvernig get ég búið til ritvél í tölvu? Það er vandamál. Ég er forritari líka, þess vegna skilum við líka kannski hvern annan. Og ég var bara þarna að pæla í þjóðfélagsverkfræði. Stjórnarskrá er ekkert annað en verkfæri til þjóðfélagsverkfræði. Að ég var að hlusta á umræðin í samfélaginu og það vaknaði minn áhuga á þessu. Ég hef aldrei haft áhuga á svona hlutum. Ég hef áhuga á heimspeki, trúspeki og minni eigin lífshamingju. Punktur, basically. Og svo einhverja krúsidúlur utan á það, en þetta er svona kjarninn. Ég hef áhuga á, þú veist, ég var meðvitaður frá því að svona á aldrinum 6 til 8 ára gerðist ég andlega meðvitaður. Meðvitaður að ég væri manneskja, ég ætti ákveðin afmarkaðan lífsferil, ég vissi hvar lífsferilin hófst, en ég vissi ekki hvar hann myndi enda, en ég vissi að hann gæti endað hvenær sem er. Og ég áttaði mig á því að ég vissi ekki hvaðan ég kæmi, né hvert ég færi. Ég áttaði mig á því að upphaf alheimsins var óþekkt, að ég byggi á jörð, eða ég áttaði mig á því að ég byggi í umhverfi, orðum þetta þannig. Ég áttaði mig á því að þarna ég veit ekki hversu oft á kvöldin, ég var með vasaljós, 7 ára gamall, úti í garði, að lýsa upp í himininn. Og lýsa svo vegginn og lýsa upp í himininn og velta fyrir mér af hverju ég sá endurkast frá veggnum en ekki himninum. Og pæliði býtu hvað þá stjörnurnar. Ég var að byrja að hugsa býtu hvaðan kemur þetta, hvað tíminn. Og ég áttaði mig á því þarna 6 til 8 ára gamall að lífið væri eitt risastór leyndardómur. Að þú veist, getur alheimurinn verið án upphafs? Eða getur það sem hefur upphaf átt endanlegan endi? Getur það orðið til úr engu? Hvert verður það? Eða til dæmis ein stærsta spurning mannsins, hvað er ég? Þú hefur ákveðna ég-vitund og hún er hér, en af hverju er hún ekki alveg eins í þér? Af hverju hefur þú öðruvísi ég-vitund heldur en ég? Myndi mín ég-vitund vera öðruvísi ef ég ætti öðruvísi foreldra til dæmis? Er ég-vitundin búin til úr samruna foreldra minna? Eða er hún eitthvað annað? Það eru svo margar stóra spurningar þarna.
Og ég áttaði mig á því svo bara fljótlega þegar ég kem frá unglingsárin og það leyti sér að verða fullorðin manneskja. Já, ég verð kannski einhvern tíma fullorðin manneskja. Ég áttaði mig á því allan á þeim tíma sem ég átti að kallast fullorðin manneskja að þegar ég myndi deyja, svona 5 mínútur fyrir eða eftir dauða minn, þá myndi ég vilja hafa eitthvað verðmætt. Og ég áttaði mig á því að bíllinn minn, húsið mitt, eignirnar mínar eða hvað eina annað í hennum áþreifanlega veruleika væri einskis virði á þeirri stund. Og ég hugsaði að ég vil að líf mitt hafi merkingu sem meira virði en þetta rusl. Og ég komin eitthvað aðeins lengra síðan þá. Já, En í þessu ljósi, má ég aðeins bæta við? Já. Í þessu ljósi, af því ég fór síðan að náttúrulega á ákveðin farveg í lífinu, í þessu ljósi áttaði ég mig mjög fljótt sem maður á 30-aldri, á 30-aldri, rúmlega 20, þá áttaði ég mig mjög fljótt af því að stjórnmála umræður samtíma minns og líka í mannkynssögunni væru meira eða minna spuni, þvættingur, lygi og ofbeldi. Og ég hef ekki mikinn áhuga á slíku. Nei. Þannig að þegar minn áhugi vaknaði á nýtt land, ný stjórnarskrá, ný hugsun, ég var að leita hver svo nýja hugsun sem getur komið okkur áfram inn í 21. öldina. Og það að endaði með nafninu þjóðveldi, ég get sagt þér eitt, þegar ég fór að tala við fólk og nota þetta orð þjóðveldi, þá var ég búin að vera að tala um fólk í margar vikur. En leiðu ég fór að nota orðið þjóðveldi, þá bara, þá svona 2 af hverjum 3 nefndi ekki að hlusta á mig. Þetta var bara gamaldags. Já, fólk náttúrulega heilaþvegið til þess að geta ekki rætt þetta og það finn ég rosalega mikið þegar ég að tjá mig og ég veit hvaða glímur ég þurfti að taka við sjálfa mig til þess að komast á þennan stað sem ég á að það allir gólemvinir eru löngu farnir sko. Þeir höndla ekki að fara í gegnum þessa pælingu svona langt sko. Og sko það getur líka hreinlega verið að það sé ekki raunhæfur möguleiki að lifa án ofbeldis. Og að sá sem færastur í ofbeldinu, honum vegnar best í þessum efnisheimi, af því að sko þú getur ekki fengið eitthvað til þess að elska þig með ofbeldi. Og sko þess vegna fólk að tala að þessi heimur svo ömurlegur og fólk að tala þessi þjóðfélagur allt sem meira minna ónýtt. Menn að tala af hverju mannkyn sem á að vera svona skynsamt í eilum stríðum að sprengja lítil börn í tætlur dag og nætur sko. Sofandi heima hjá sér. Af hverju þetta svona? Fólk að spurja sig af hverju mannkynið svona og síðan byrja menn alveg bara, já, þetta trúarbrögðin og pólitíkin og eitthvað. En þetta eru við sjálf. Sko, pólitísk umræða snýst það hvaða hópur á að beita hvaða hóp ofbeldi. Já. Öll svona stjórnarskrá pæling snýst það hver á að beita hvern ofbeldi og með hvaða hætti. Það er að segja það að við ætlum ekki bara að beita ofbeldi svona hipsum haps, við ætlum að beita ofbeldi á skipulagðan hátt. Það það sem að stjórnarskrá segir. Í raun ætti stjórnarskrá að heita ofbeldisskrá. Það sem búið að skrá niður hvernig á kerfisbundið að beita fólk ofbeldi. Það ekki þannig í stjórnarskrá þjóðveldis. Mjög auðvelt fyrir mig að sanna það. Ég náttúrulega að tala hina stjórnarskrána núna. Já, sko, hugsunin þarna bakvið var einmitt hvernig getum við komið í veg fyrir sko, að samfélagið sé beitt ofbeldi, leið byggt samfélagið upp, hvernig getum við
hvernig getum við komið í veg fyrir að sterkari samfélag komi og taki samfélagi mitt yfir? Það svolítið stór spurning. Já, þá erum við að tala sko, bentum mér á land eða þjóð í heiminum eða stóran hópa fólki sem ekki að velta þessu fyrir. Akkur alltaf í stríðum, akkur alltaf að drepa eitthvað, akkur alltaf sem, hvað í gangi? Og feindum mannesku sem ekki herskólagengin eða þjálfuð í gegnum sjónvarp og heilaþvott til þess að vera ofbeldis manneska. Feindum svona mannesku sem segir bara, já, ég tel að við bara beita sem mestu ofbeldi og sá sem bara bestur í ofbeldi, hann vinnur. Já, þetta er alveg rétt hjá þér og það ég hef, ef ég má bara vitna í Steingrim Hermannsson heitin, nota hans orð. Já. Já, ég hef nú bara miklar áhyggjur af þessu. Já, sko, það þessi þverhauska í mér, þessi þverhaus í mér, á meðan ég sit fastur á því að meðan ekki leyst þetta ofbeldissyndrom eða ofbeldiselement, þá ekkert í spilunum fyrir mér. Þá bara nenni ég ekki að pæla í því, sko. Ég alveg sammála því. Og það þú veist, ég pæli rosa mikið í svona hlutum frá alls konar sjónarhólum og ég búin að vera fyrir skoðun núna mánuðum saman að mannkyninu sé best að mannkynið að framtíð mannkynsins sé það að tortíma sjálfu sér og að farið hafi fé betra. Já, mér alveg skýt saman það, ég var alveg hreinskilinn. Það ekki, ég ekki í þessu starfi til þess að bjarga mannkyni, sko. Og ég ekki, að sjálfsögðu finnst mér, það syrgir hjarta mitt að þetta sé hugsanlega niðurstaðan. En fyrir mér þessi rannsóknarvinna mín og þessi vinna mín á Frelsi TV og Scandinavian Report náttúrulega líka heimspekileg og guðfræðileg og alls konarleg að sko það þessi eilíðar spurning mannkyns. Hver erum við? Hvað erum við að gera? Hvert erum við að fara? Hvað í gangi? Hvernig ætlum við að gera þetta? Akkur þetta svona? Akkur þetta ekki hinsegin? Við erum einu vitleysingarnir á þessu jörðu sem erum að pæla svona. Ég meina, Lundin út í Vestmannaeyjum ekkert að pæla svona. Hvernig veistu? Skítsama. Hvernig veistu? Já, ég hef stundum lýst því að ég tel að mörg af þessum dýrum séu svo klára að vera ekkert að gefa upp í vitsmuni sína. Og þeir vita hvaða helvítis vandamál það kostar. Og sko, og ég hef líka talað strákurum í 4 ára Batman núna alltaf daga. Og ég sagði hann, já, ég Lion Man. Og hann líka, hann horfir svolítið á sjónvarp, sko. Og við reynda að veljum efni, sko. Það stíf ritskoðun hérna. En samt hann komið með þessa mynd. Ritskoðun? Já. En þrátt fyrir mikla ritskoðun á því sem að ég leyfi börnunum mínum að horfa á. Ofbeldi? Já, það alveg rétt. Það ofbeldi på þessu marki. En eftir rökræður við börnum mín, þá töldu betra að ég myndi hafa eftirlit með sjónvarpinu en ég myndi slökka á því. Sem ofbeldi líka. En hann komið með þessa mynd í huga sinna að það bad guys. This one is a good guy, það bara bad guys, good guys. Hann 4 ára, hann komið með þetta inn í hausinn á sér í gegnum þetta árans sjónvarp, sko. Og ég segi, þetta svo lúmst, sko. Þetta sjónvarp. Jú, þú ert að koma inn. Já, var þetta eintal hjá mér hérna? Já, ég mistaði einhverju slatta. Já, ég segi, sko, þetta sjónvarp svo lúmst, sko. Hvernig, akkur hann kom með mynda svona, þessir eru bad guys og þetta eru good guys. Hvað það? Og við sjáum þetta endurspeglast allt, sko, og hann sko alveg á því að það megi beita bad guys ofbeldi, sko.
Það má svoleiðis bösta þá á hægri vinstri, sko. Já. Að hérna, Putting out of misery. já, en ég meina, þá líka annað sem að við þurfum að skoða. Af hverju þá þetta sem við köllum góða fólki sem vil engan skaða og gera allt þetta? Ef þetta veruleikinn, þá eru það í raun mestu heimskingjarnir, því þeir eru, þú veist, að mæta í handboltaleik með tennisbaða, sko, hafa verið að æfa tennis fyrir mótið. Þeir eru, þú veist, hvernig ætlar að vinna handboltamót með tennisbaða, eða við getum snúið við það, því að tennisbaði myndur nú hugsanlega gagnast þér í handbolta, en þú veist, þú ætlar að mæta á handboltamót og búin að æfa handbolta en sem þú átt að mæta á tennismót, sko. Sko, ég man eftir því, ég var einu sinni staddur í hóp þar sem var mikið ofbeldismönnum. Já. Og ég var mjög fljótur að sikta út hverjir væru mestu ofbeldismennir. Og maður er mjög fljótur að sjá það, maður sér það á því hvert hinir eru að horfa. Og leiðum maður tekur eftir því, þá fer maður líka að sjá hvernig valdamestu menninir horfa. Og í slíkum hóp mjög lítið ofbeldi, vegna þess að það óþarfi. Og þú kemst að því að þeir sem eru með verstu ofbeldi, eða hörðustu ofbeldismennir, þeir beita eins litla ofbeldi og þeir komast upp með. Þeir beita helst ekki ofbeldi nema það sé nauðsynlegt. En ef það er nauðsynlegt, þá hafa þeir engar grensur fyrir því. Þeir ganga alla leið, ef að þeim þurfa þykir. Og ég tók líka eftir því að þeir höfðu varan á sér ef að þeir mættu mönnum sem að höfðu minna afl heldur þeir, en sama vilja. Og ég tók eftir því að þessi menn voru mikið að pæla í sálfræði, mikið að pæla í innsæi. Ég komist að því að margir menn sem að hafa þurft að beita ofbeldi á ævinni og konur, pælaði með mjög mikið í sálfræði fólksins í kringum sig og kunna bæði að setja sjálfum sig mörk og öðrum og virðamörk. Virðing í rauninni skiptir miklu meira máli meðal fólks sem beitir ofbeldi, þá virðing miklu meira metin heldur en endilega heldur en krafturinn sem slíkur eða grimmdin, heldur sem kanntu að sýna og nota virðingu. Já, sko, núna ég reyndar svona non-aggressive, sko, en ég óbúslega duglegur að slást, sko. Og ég óbúslega duglegur í því að beita ofbeldi með sýnist svo, sko. Og það þú veist, já, ég hef aldrei átti miklu erfiðleikum með slagsmála eða ofbeldisdæmi, sko. En hins vegar erum við í ástandi þar sem að sko það svo mikið ofbeldi bæði í hugsunum, orðum, lífstíl. Það bara eins og fyrir fiskinn að synda í vatni, þá erum við að synda í ofbeldi. Að þetta allt saman umræður það hvernig hugsanlega rétt að beita ofbeldi, hvar og hvenar og hvers vegna og það sko getur við til dæmis af hverju erum við allir svona uppteknir af ofbeldi, af hverju eru vinsælustu bíómyndirnar ofbeldismyndir og af hverju allir svona brjálar í ofbeldi en ekki til dæmis eins og kærleika. Við erum það. Við erum alveg jafn hnautfókin af hvoru tveggja. Nei. Flestir upplifa kærleika sem að fá sér einhvern maka, sem stöðutákn, konur velja sér maka sem eiga peninga, kallar velja sér konur sem eru sætar og eru það svona ákveðin svona stöðutákn, segja hvað ég er með fallega konu eða unga eða þetta eða hitt. Við sitjum makan okkar í svona stöður sem í raun ákveðin tegund af ofbeldi. Af því ef þú ert í sambandi við ykkur og þú elskar hann ekki fyrir það hver hann hvort sem hann ljótur eða fallur eða whatever, þá það í sjálfum sér ákveðin tegund af ofbeldi, sko. Já, sko, nú erum við búin að gefa okkur það að ást sé ekki ofbeldi.
Já, það er kærleikur, ég notaði ekki orðið ást. Ást Já. bara ást fyrra, sko. Til mismunandi form á kærleika. Nei, kærleikur er skýrgreint hugtak, sko. Ok. Til dæmis eru flestir sem fara í samband, þeir hugsa hvað fæ ég út úr því. Það eru voðalega fáir sem fara í samband og spyrja hvað hef ég að leggja í þetta samband, skilur við. Hver er skilgreiningin á kærleika? Ég er nú kannski ekki alveg með það bara svona á taktinum, en hérna kærleikur, það er sko, kærleikur er meira val. En svo er þetta náttúrulega spurning um orðaskilning og orðapælingar, sko. Kærleikur er meira val. Þú velur ákveðna hluti, sko. Er það? Móðurást er ekki val, er það? Upp að vissum marki, jú. Allur kærleikur er val, tel ég. Ég held ekki. Ég held að hann sé það sumu leyti, já. En ekki allur. Nei. Það sérðu, ég meina við erum ekki eins og sammála um hvað orðin þýða. Hvernig ég geta tekið einhverja umræðu eða samræðu eða viðræðu eitt eða neitt. Með því að búa okkur til farveg. Já, hann hefur virkað vel hérna hjá okkur. Sko, það er þess vegna sem ég tala um munin á umræðu og samræðu. Sko, þegar við erum í djúpkvöðun þá erum við yfirleitt í umræðu. Stundum dettum við í samræðu. Þegar að við, sko, þetta er bara spurningum að, sko, við erum aldrei upp í samfélagi sem hefur kennt okkur að alla samræður eigi að vera umræður. Og að umræðu skuli lokið með ofbeldi. Og þannig er ég alveg sammála þér að ofbeldi tröllríður öllu. Við höfum aldrei lært og við höfum aldrei þorað að spyrja okkur sem hópur hvort að það sé til önnur leið. Og við erum alveg afkáralega ófær að ákvarða og afmarka aðrar leiðir. Já, alveg nákvæmlega sama. Já, ég er sammála. Halleluja! Búkmark. Ég er sammála því að þú ert sammála mér. Ok. Nei, þetta var cheap shot, ég er að stríða þér. I don't give a shit. En vissir að stríðin er meðfætt. Ég er búin að sjá það í börnunum mínum, þau eru svo stríðin. Já, ég hef tekið eftir því. Og ég hef tekið eftir því til dæmis að schäferhundar þola ekki stríðni. Ég hef tekið eftir því að labradorhundum er stríðni mjög meðfætt. Já. Og ég hef tekið eftir því að labradorhundum finnst schäferhundar vera nautheimskir af því að schäferhundar fatt ekki stríðni. Já. En hérna við erum alltaf með hérna kærleiksboðskapinn úr Biblíunni svo sem. Já, það er ekki skilgreining á kærleik, sko. Grikkir voru með 6 skilgreiningar á kærleika. Ja, þetta er nú nokkuð hérna endar þetta kærleikurinn trúir öllu, kærleikurinn vonar allt, kærleikurinn umber allt og fellur aldrei úr gildi. Þetta var kærleikur últraorþódox rabbínista. Já, áttum á því. En hérna fyrir mér er sko eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara skilning hvers og eins á orðinu kærleikur. Fyrir mér þýðir orðið kærleikur að velja. Til dæmis kennir bókin okkur það að sýna þeim sem okkur hata kærleika, sko. Kennir okkur að fyrirgefa þeim sem að hafa gert á okkar hlut. Og þá er ég líka að tala um fyrirgefningu sem val, að velja það að fyrirgefa einhverjum og meira sem getur gert á sjálfselskum forsendum. Að
Sko, fyrir mér er andstæðan við ofbeldi kærleikur. Já, ég er ekkert endilega viss það. Mér finnst Ayn Rand vera, sko Ayn Rand var mjög hugfangin að þessari pælingu. Það er ekkert ástæðulaus að Rand Corporation var stofnað því að Ayn Rand var einn af fáum heimspekingum síðustu alda fyrir utan kannski til dæmis Nietzsche sem þorði virkilega að snúa sko bátnum á hvolf. En hvað fyrir þér, hvað er andstæðan við ofbeldi fyrir þér til dæmis? Andstæðan við ofbeldi er ekkert ofbeldi. Ok, aðgerðarleysi sem sagt? Nei, ekki endilega. Sko, passive resistance is still a resistance. Já, þú getur sko, já, ok, þetta er athyglisvert. Þú getur sem sagt beitt ofbeldi með aðgerðarleysi. Já, ég segi þetta, er ég komin inn? Já. Já, ég segi þetta er athyglisverð pæling að sem sagt maður getur þetta er eiginlega spurning, getur maður beitt ofbeldi með aðgerðarleysi? Já. Ok. Woody Allen var heldur fyrstur til að koma þessi orð. Hann notaði þetta í bíómynd sem hann lék á móti Sissy Spacek, sem hann sagði hérna, you are passive, hvað kallaði hann? Passive aggressive. Já, passive aggressive. Þú ert sem sagt friðsamur og ofbeldiseggur. Ekki ég. Nei, ég er á bleikum inniskóm og... Nei, ég var að segja, hann var að segja það við hana, að þú ert, ég var ekki að segja þetta við þig sko. Þetta er svona fórsólt af flug, ég man ekki hvaða bíómynd þetta var, en hann gerði náttúrulega nokkra bíómyndir þar sem hann var að leika sér með tilvistarkreppu borgarbúa í nútíma samfélagi. Snilldar myndir. Já, en þetta situr raun eitt tvist í viðbót við ofbeldis hugtakið og þetta er eitt sem að ég til dæmis krítiseraði í þjóðveldis pælingunum, að ef þú vilt ekki vera með, þá ertu beittur passiv-aggressiv ofbeldi, sko. Í rauninni ekki, nei. Sko, hugmyndin er henni að ef þú ert ekki með, þá má slá aðeins á puttan á þér. En ekki þannig á meðri. Það má sérst gera svona. Sko, þetta er mjög einfalt. Sko, þjóðveldi... En þá ertu aftur að skýrgreina magn. Já, þetta er aftur yfir komnir að spurningunni lýðræði samræðu. Ok, má ég segja hvað slíkt í mínum huga? Alveg, og það er ekkert með þjóðveldi að gera. Þjóðveldi er bara útfærsla á hugmynd. Þjóðveldi er bara uppskrift. En fólk hefur ekki áhuga á einu svona að byrja ræðana, þannig að það er tilgangslaust að reyna ræðana. Ég stend við það sem ég sagði á hann. Eftir 6 vikur þá hætti ég öllum pælingum þjóðveldi. Fáninn verður samt er ekkert að fara með. Og þeir sem hafa áhuga á þessu geta haldið áfram með því. Ég er að hætta því. En, sko, ef að ég og þú lendum upp á eyðieyju, þá þurfum við að ákveða ekki hvort við höfum lýðræði, ekki hvort að við höfum umræðu, ekki hvort við höfum samræðu, heldur hvort við ætlum að hafa einhverja aðferð til að geta lifað báðir í sátt og samlyndi á þessari eyðieyju. Punktur. Já, við náttúrulega, þetta er mjög gott dæmi, ef að við rekum upp á einhverja eyðieyju og segjum bara já, sætli, sé að þú ert hérna líka í nýrekin hér líka. Þá byrjum við væntanlega einhverja samræðu, sko, sem segir svo, já, heyrðu, eigum að reyna að byggja okkur eitthvað skjól, sko. Við vitum fyrirfram að Axel mun segja nei. Nei, ég myndi vilja heyra tilboðið allavega. Hvað er tilboðið? Ok, hvað er tilboðið? Nei, ég bara segi svo, ég er komin upp á eyðieyjuna og það fyrsta sem ég mun gera er að leita mér að vatni. Ok. Og það er vantanlega eitthvað sem ég myndi hafa áhyggjur af líka, ekki satt? Ef að ég finn vatnslindin á undan þér,
þá mun ég setjast niður við hana, hlaða mér fullt af grjóti og neita þér að komast af vatnslindinni nema þú borgir toll. Það svolítið erfitt fyrir því ég margfald sterkari en þú. Þú veist ekkert það. Ég veit allt það. Ok, þá bara kemur það í ljós og ef ég vinn, þá bara tapar þú. Já, en þá erum við bara komnir einmitt í þetta basic ofbeldi sem að í raun grunnurinn af öllum mannlegum samskiptum og samfélagi. Skiptir mig einhver máli ef ég held vatnslindinni? Nei. En þá það einfaldlega niðurstaðan að sá sterkari mun lifa og hinn mun deyja. Já, ég veit að fyrr eða síðar mun ég sofna við vatnslindina. Já. Og ef þú ákvast að forðast átök og bíða eftir því að ég sofnaði, þá veit ég í helvítis vandræðum. Einmitt. En þá ertu hræddur við mitt ofbeldi gegn þér. Já, að því ég gerir ráð fyrir því að þú sé tilbúin að beita einhverjum klækjum til þess að hafa af mér þetta forskot mitt. Já, en nú ertu að hugsa nákvæmlega eins og New World Order, sko. Já, ég líka alin upp í New World Order sem ekki nýtt fyrirbæri. New World Order fæddist fyrir 5.000 árum í Egyptalandi. Í Babylon, 6.000. En allavega þá Svo hvernig leysum við þetta predikament? Það leysist með því annar drefst og hinn nýtur vatnsins einn það sem eftir Það í raun niðurstaða og það í raun niðurstaða mannkyns. Sá sem fyrstur að hlaupa til vopna, sá sem fyrstur að tileinka sér vatnslindina og allar auðlindinar sem eru til staðar og drepa alla þá sem allar reyna að komast á vatnslindinni. Það niðurstaða mannkyns. Ok, snúum dæminu við. Nú segjum það, ég fór að leita vatni, þú ert ennþá að þvælast niður á strönd, ég búin að finna vatnslind. Ég veit ekki hvort þú ert ofbeldishneiður, en ég veit að ég það ekki. Ég það ekki. Þú veist, mín fyrsta hugsun við fundum vatnslind. En ég hef upplifað það með fólki sem að vinna í teymi með 2 eða fleiru, að það hugsar ekki endilega þannig. Það hugsa bara sá fund sem finnur og sá ræður sem hefur valdið. Svo ég hugsaði, nú veit ég ekki hvernig hingurinn hann á ströndinni, hvað hann að pæla. Svo hvað ger ég þá? Ég hugsa ég ætla að fara aftur á ströndina, ég veit hvar vatnslindin ég ætla að fara á ströndina og hefja við hann samræðu og reyna að finna út hvernig hann þekkjandi. Og hvað það kemur nú í ljós að hann einmitt þekkjandi svipað eins og ég. Við fundum þetta báðir. Já, en sko þarna ertu í raun alveg að koma að kjarna málsins að niðurstaðan sú að fyrir 6.000 árum í Babylon var svona eyðieyju ástand og það ákveðin hópur af fólki sem að hljóp til og fann allt vatnið og fann allt draslið og fór síðan að borga öðru, já ok, þú færið vatnið hjá mér ef að þú passar að ég get sofið á nóttinni, sko. Og svo var ákveðin hópur af fólki sem fannst svo gott að hafa svona aðgang á vatni og svoleiðis sem að hafði hæfileika til þess að drepa og hafði ekki heila búið til neins meira en það. Og þannig byggðist þetta þjóðfélag upp. Og síðan sko og síðan þeir sem að fundu vatni fyrst og búin að koma sér upp þessum hundum sem að hafa sannlega minna vit en hundar þeir eru með skynsamir að þeir eru með þessar skepnur þarna til þess að verja sig þannig að geta sofið á nóttinni og síðan bara gert út á búfénaðinn sem mannkyn og þannig bara þetta. Niðurstaðan sem sagt sú að við erum stödd í ofbeldi eins og fiskur staddur í vatni. Já, nú ég svolítið að leika mér hérna með þessa mynd, sko, því nú kem ég niður á strönd og ég sé að þú ert búin að veiða einhvern fisk úr lóninu. Einmitt.
bara einhvern fisk sem, ég veit nú hvað, þorskur er úthafsfiskur, þannig að, og ísa líka er það ekki, svo þetta er nú einhvers konar skviti fyrirbæri, kannski einhvers konar lúðu fyrirbæri, eða eitthvað svona flatfiskur. Einhver seiði. Og ég kem þarna niður á strönd, og ég veit ekkert hver þessi gaur þarna er, en ég sé að hann er komin með lúðu upp á ströndina og tilbúin að fara að rífa hana í sundur. Hvað gerist næst? Réttir hann með bita eða hugsa hann bara að éta? Ef hann réttir með bita, þegar hann er laust og gefur mér að éta með sér, þá veit ég, hvað veit ég? Ég veit að hann mun ekki reyna að sölsa undir sig vatnslindina. Nei, þú munt náttúrulega, sko, talandum að náttúran njóti vafans, þá munt þú náttúrulega fara strax og drepa hann fyrir að drepa fiskinn. Og éta hann. Já, ég veit hann ekki, en þess að, sko, ég veit nefnilega eitt, sko, af því ég nefnilega ég er að margan hátt sammála Ayn Rand með það að kærleikurinn sé í eðli sínu sjálfselskur. Það var hennar niðurstaða. Ég kem niður á ströndina, ég sé að hinn gaurinn er búinn að veiða lúðu og ég sé að hann er tilbúinn að gefa mér með sér. Ég veit þar af leiðandi að við erum báðir meðvitaðir að við erum sterkari saman heldur en sem mótherjar. Nákvæmlega. Og þar með á því mómenti breytumst við í samfélag og þar með getum við farið að ræða saman það hvernig við ætlum að gera þetta. Hann er búinn að finna út að þarna er gott að veiða lúðu, ég er búinn að finna vatn, við höfum eftir að gera eld. Erum við tilbúnir að vinna saman og á hvaða forsendum við ætlum að gera það? En þetta þetta var í þáttunum Survivors. Þá var það einhvern tímann byrjaði Survivors með konutím og kallatím. Það var eitthvað svona ný hugmynd hjá þeim. Og eftir 2 daga þá voru kallarnir búin að byggja skýli, búin að koma sér upp verkaskiptingu, ég sé þetta, þú sér þetta og þú sér þetta. Og eftir 1 eða 2 daga voru þeir með allt á hreinu, sko, ekki vandamál. Svo bara voru þeir að chilla og tjatta og spjalla og ekki vandamál. Og Survivors þáttastjórnin sá að þetta gat nú ekki og kettlingarna voru, það var allt í klessu, sko, þær voru alla bara að rífast og benda hver á aðra og það var ekkert skýli og engin matur og fundu ekki vatn og allt í klessu, sko. Þannig að stjórnendur Survivors sá að þetta þessi þáttur myndi nú enda fljótt að því kettlingarna myndi að dreipast, sko, úr hungri. Þannig að þeir pröfa að svissa á milli. Einn kall fór til kettlingana og ein kettling fór til kallana. Eftir hálfan dag þá rúlaði kettlingin kallabúðunum, sko. Hún gerði aldrei neitt, sko. En hún var einhvern veginn orðið mikilvægasti hlekkurinn þar, sko. Og kallinn sem kom yfir til kettlingina bara, hvað er þið búin að gera? Það er bara allt í klessu hérna. Og svo bara byrjaði hann að byggja og redda og bjarga öllu, sko. Og þær heldur bara áfram að rífast, sko. Hvað hann væri mikill fábjörni eða eitthvað, veist. En ég held að, sko, í 9 af hverjum 10 tilfellum þar sem þessi eyðieyja gerist, þar einmitt endið þetta í samvinnu. En það er alveg rétt sem þú bendir á, það verður alltaf einhver goggunaröð og það verður alltaf einhver sem ræður meir en hinir. Stundum í gegnum ofbeldi, stundum í gegnum karisma, stundum í gegnum samræður, stundum í gegnum bara útsjónarsemi. Sko, hvað heldur eins og til að sé í þessu dæmi? Nú rekur einhver kona upp á ströndina, þeir eru búin að vera þarna kannski 3 mánuði, búin að finna út svona jafnræði sín á milli og þeir vita alveg annar þeirra ræður meir en hinn. Það verður alltaf þannig að þessi 2 eru saman, annar þeirra ræður meiru. Það er bara basic sálfræði. Nú kemur kona, hann rekur upp á strönd. Hversu fljót verður hún að etja þeim saman? Já, það skapar gríðarlega mikil vandamál þegar kettlingin flýtur upp á ströndina, það veit allir. En hins vegar, já, nú er eiginlega bara datt punkturinn úr mér, sko, að sko, já, hann datt algjörlega út með punkturinn. Kemur kannski eftir. Hún flýtur þarna upp
hún byrjar að etja þeim saman, en hún kannski ekki endilega að reyna að etja þeim saman, þeir hafa náttúrulega ákveðna náttúru og þeir vilja, það bara náttúra annars þeirra beggja vilja reyna að ná konunni fyrir sig, bara til þess að geta henni ákveðni, sko. Já, nú kom punkturinn aftur. Sko, vandamálið, þetta sem glæpi. Það er gríðarlegur stigsmunur á svona smáglæpum sem eru svona einhver svona tilviljunarkenndi glæpir eða skipulögðum glæpum. Sama þessi tveir kallar á sig þessari eyðeyju og kettlingin á komin líka og svona, það verður kannski einhvern veginn svona annars slagið gerist eitthvað, skilur, og það getur einmitt verið bæði andlegt ofbeldi og hinsegin ofbeldi, sko. Og en það sem er kannski stigsmunurinn, það þegar að við fáum þetta skipulega ofbeldi. Og þá ertu farin að bara gera út á fólk, þú bara farin að hugsa fólk eins og eitthvað konar húsdýr, sko. Já, en hvers vegna gerist það? Þannig að mín skoðun svo að alveg hvort það hérna við Bambelsturnin fyrir 6.000 árum eða 8.000 árum eða hvernig sem það var, eða sem það gerist á þessari eyðeyju eða hvað sem það alltaf einhver, bara alveg eins og í dæminu sem ég lýsti með lindina. Það hérna gaur sem að leita vatni, hann veit að þeir þurfa vatn, það það fyrsta sem þeir þurfa að finna. Hann finnur vatn, hinn gaurinn leita svo að hann finnur út mat. En sá sem finnur vatnslindina hugsar, heyrðu, hvað mun hinn hugsa? Hvernig mun hinn bregðast við? Best að finna það út, best að vera með plan í hvernig ég bregst við því. Hann fer að hugsa málið lengra. Hann tilbúinn að gera eitthvað í því. Hann gerir eitthvað í því og hann vakandi, hann virkur. Það sem við erum að horfa á Íslandi í dag það 320.000 manna þjóðirna og það eru 150 manns að pæla í stjórnarskrá. Eða nær því. Og allir að pæla í, sko, allir að velta fyrir sér hvernig best að ofbeldisstjórnin fái betri réttlætingu á ofbeldi sínu. Ég tékkaði á þessu í dag. Ég fór inn á vef forsætisráðherrann, þar sem eru upplýsingar þessa stjórnarskrárnefnd sem í gangi núna. Þarna eru nokkrir einstaklingar í nefndinni. Ég gef mér það að annar eins fjöldi sé á Alþingi að pæla í þessu. Ég sá að þarna var talsverður fjöldi á fólki búið að senda nefndinni erindi, þannig ég veit að þau eru að pæla í þessu. Og ég geri ráð fyrir því að annar eins hópur út í samfélaginu við tveir meðtaldir séum að pæla í þessu. Ég gef mér það að alltaf því 100 manns á landinu sé að pæla í stjórnarskrá. Ekki meira. Já. En málið það, og það það sem ég stundum sagt, að þessi vinna okkar oft ekki bara fyrir hér og nú. Við erum að leggja punkta til framtíðar líka og þessi valdstjórn sem núna með þessar pælingar að leggja undirstöður undir ofbeldi sem við höfum aldrei fyrr upplifað á Íslandi. Sammála. Og það verður að öllum líkindum munu spádómar mínir mikið mannfall rætast. Sko, það eru 4 atriði sem þessi nefndir reyna að koma á. Eitt þetta með að náttúran öðlist mannréttindi sem ekkert annað en afsökun fyrir því að fara að bólusetja þig eða hvað annars þeir fara að gera. Það verður ekkert með náttúruna sjálf að gera. Í öðru lagi þá eru þeir leggja ofur áherslu á það að í síðasta lagi 2017 sé búið að breyta stjórnarskrána á þá veg að TPP-samningarnir og TTIP og TPP fái lagagildi á landinu. Í þriðja lagi þá þarna ákvæði að þjóðin geti fengið það sem þeir kalla beint lýðræði, sem ekkert annað en svona. Já, það stúd aðeins hjá mér. Súkkulaði móli. Það aðeins út hjá mér. Hvað datt ég út? Hvað varstu komin með þetta? Já, komin með þessi 3 atriði. Já.
Það er að segja, fyrst er verið að samþykkja lögfesta bólusetningarófbeldi á þig. Öðru lagi verið að lögsetja TPP og TTIP samningana. Já. Í þriðja lagi verið að rétta súkkulaðimóla með því að þú getur gert undirskriftasöfnun til þess að breyta lögum. Og ég man ekki hvað fjórða atriðið er. Já, þannig að þegar búið að taka þig og loka þig á geðdeild og sprauta þig út úr heiminum, þá getur þú farið að safna undirskriftasöfnunum. Ég hef í rauninni sko, þessi störf þessara svokölluðu stjórnlaganefndar núna að segja. Ég fór mikið að pæli eftir ég hlusta á hana Valgerði. Ég sagði þetta er yfirgripst mikið mál. Hvar er hinn heila einfaldleiki? Og ég fann þennan heila einfaldleika. Það eru lög frá 2013. Þau eru listuð þarna á þessu vef. Þau man ekki númer hvað þau eru, 130 eða 13 eða eitthvað. Þetta eru lög sem voru samþykkt, þau eru bara ein grein. Og þau eru ein stór skýrsletta framan í andliti á hverjum einasta núlifandi Íslendingi. Þessi lög segja, þau eru svo, þú veist, þetta er bara, þetta er djók, sko. Stjórnarskráin frá 44, hún segir, ef Alþingi kemur með breytingatillögu við stjórnarskrána og samþykkir hana, þá þarf að leysa upp þing strax og kjósa aftur til Alþingis og þessar breytingar í leiðinni. Lögin þarna, 2013 eru, og það er enginn búinn að ræða þetta. Lögin eru bráðabirgða grein við stjórnarskrána til að hægt sé að samþykkja nýjar stjórnarskrárbreytingar án þess að leysa upp Alþingi. Já. Og það er búið að vera að ræða það í allt sumar að kjósa þessar breytingar næsta vor leið og verður kosið til forseta. Þetta er allt sem segja það. Ef fólk skilur ekki hvers konar móðgun þetta er við hugsandi fólk og klárt stjórnarskrárbrot. Þetta er klárt stjórnarskrárbrot. Ég verða að játa eitt. Ekki bara einfalt brot, þetta er tvöfalt stjórnarskrárbrot. Margir sögðu, það var ekki Churchill sem sagði því betur sem ég kynnist mannfólki því varna þykir mér hundin minn eða eitthvað svona. Churchill var svart slím en hann var ekki heimskt slím. Þetta ekki haft eftir honum? Jú, mér minni það. Ég segi nú bara því betur sem ég kynnist mannkynið því varna þykir mér nú mann Jesú minn. En ertu sammála mér? Þetta er allt sem segja þarf það sem er í gangi núna. Ég bara, þú veist, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá þá er ég alveg bara orðinn ópaslega leiður á svona fjölbragðaglímu, sko. Í hvaða formi myndi það tegund er. Ég hef aldrei haft gaman að fjölbragðaglímu, sko. Og ég er eiginlega farin að segja, sko, svona fann að taka upp orð meistarann, sko, að var hann ekki að tala Jerúsalem þegar hann sagði, sko, að þú vissir ekki þinn vitjunartíma. Alveg rétt, já. Og að hér mun ekki standa steinn yfir steini. Og þetta, hér mun allt hrynja. Og sama segi Ísland, þú veist ekki þinn vitjunartíma og landið það mun ekki standa steinn yfir steini á Íslandi. Amen. Og hvernig nákvæmlega það mun gerast? Skiptir ekki máli. Nákvæmlega. Ég sé, sko, þegar að fólk er komið á þennan stað í ofbeldisferlinum, þegar að þjóð eða þjóðfélag er komið á þennan stað í ofbeldinu og það þekkir ekki sinn vitjunartíma, þá mun það einfaldlega rústa öllu sem að fyrir er. Og sjálfum sér og öllu, það mun tortryma öllu sem fyrir er.
Það eru 2 ár síðan Alþingi þverbraut stjórnarskrána sína. Það er enginn að ræða það. Og meðan enginn Íslendingur að ræða stjórnarskrána. Sko, manstu, þú sagðir áðan að við værum oft búin að ræða stjórnarskrána en við værum ekki búin að komast næst áleiðis og ég sagði við þig, ég er ósammála. Við erum búin að ræða stjórnarskrármál mjög oft og meðan við erum í samræðu þá mér skítsama niðurstöðuna. Ég sé árangur. Það eru 2 Íslendingar að ræða stjórnarskrá. Frosin. NASA eitthvað, NSA, NASA, SNASA. Þá er spurningin hvor okkar í útsetningu. Það verður forvitnilegt að sjá. Svo ég trúðalæsa þannig að fáninn. Þetta er enda röng útgáfa af fáninn. Það á að vera mjórri hvítlína og blái liturinn á að vera meira svona blue azure. Og ég ætla að prófa þetta aðeins bara. Ég bara að drepa tíman á til Axel dettur inn aftur. Hann hlýtur að detta bráðum inn. Og þetta er nú við. Upp og sí. Og prófum bara að sjá hérna, sko, blue azure. Þá á ég að fá hérna réttan blámann. Þetta sem sagt nær blámannum, sko, sem á að vera. Og ef ég googla hérna meira, ég googla bara meira hérna, þá sko, þetta svona nær blámannum hér, ekki þessum hér. Axel ennþá úti. Og bara Scottish flag, það skiptir ekki máli. Já, þetta sem sagt, við eigum eftir að klára þetta verkefni, sko. Þetta sem sagt rétti liturinn hérna. Axel kemur ekkert inn aftur. Sjá. Ég veit ekkert hvað að gerast. Þannig ég ætla bara að halda að mala ef að ég skildi yfir í útsetningu. Ég ætla að gá hvort hann sé að senda mér skil á Faceinu. Já. Já. Ég ætla að gera hang-up. Hann ætlar að opna annað live, strákurinn. Já. Maður getur resúmað hérna. Það er náttúrulega bara snilld. Já. Meistari Guðjón, væntanlegur borð fljótlega. Já, sæll meistari. Hæ. Ég sá skilabóður og hafnaði og ég held áfram að vera live. Já, mitt. Það er hérna resume möguleiki, þannig að maður heldur áfram í sama vídeónu. Já, ok, cool. Ég man ekkert hvar við vorum. Nei, ég var alveg óbúslega uppgefinn, sko.
Já. Alveg bara búin að fá nóg af þessu Já. ofbeldi. Já, sko, stjarfinn svo rosalegur. Stjarfinn svo, þú veist, sko, fyrir ári síðan þá hafði ég ennþá trú á því að það væri ljós týra með þjóðinni, en ég hef enga trú á því lengur, ekki neitt. Nei, það náttúrulega sko, þess vegna held ég að, sko, eins og ég segi, því betur sem ég kynnist mannfólki og ástandinu, því vegna þykir mér Jesú, af því að hann raun að gangi gegnum sömu hluti og þá hef ég stundum sagt að það skiptir raun ekki máli hvort að Jesú var með kennitölu eða hvort hann var bara hugmynd, sko. En það sem hann var að þusa þessar pælingar virðast vera móteitrið við þessu viðbjóði, sko. Sko, ég sé að það mikið af fólki allan í kringum okkur sem hefur áhuga, og þá ég ekki að tala áhuga á hvort það sammála Axel eða Guðjóni, heldur bara hefur áhuga á að hugsa, áhuga á að vera lifandi manneskja, dýnamísk lifandi manneskja og þú veist, ég hef ekki áhuga rétt eða rangt, sko. Já, en sko, fólk hérna, það kannski, eins og ég hef sagt, sko, það síðasta sem fiskurinn fattar hann lifir í vatni. Já. Og það kannski þessi opinberun mín að við förum svona aðeins í biblíu, við erum að nálgast sunnudag, ekki? Þannig að við förum þessi biblíulegri tón. Ég ekki Stebba korta, ég býð eftir kommenti frá Stebba. Nei. Stebbi duglegur, hún gengur mjög vel. Hann spurði í vikunni hvort hann væri umskiptingur eða ekki. Og þú svaraði hverju? Það man ég ekki. En allavega þá sko, þá í raun það sem ég að segja við fiskana, þið lifið í vatni. Og það raun diskussjónin sem að ég kannski mest upptekinn af núna þessi ofbeldis þísus. Og það svo, sko, meira þess að ég þarf alveg að vera meðvitaður það. Ég líka alveg upp í þessum ofbeldis pælingum, sko, og alveg hugsanlegur til þess að vera inn í þessum fasa líka, sko. Já. En ég hins vegar, sko, ég hins vegar undanfarin ára ég frekar í þessum fasa ef ég sé einhver ofbeldis uppbyggingu að þá bara fer ég, skilur. Það ekki okkar hlutverk að fara inn í fyrirheitnalandið. Okkar hlutverk að hleypa næstu kynslóð þangað. Ég reyndar búin að búa mér til svona pínulítið fyrirheitnaland sjálfur. Það heimilið okkar ofbeldisfrítt svæði. Eins og hægt ég meina, maður að beita barn og ofbeldi ef maður varnar því að hlaupa í eldinn, sko? Þú ert samt í útrás. Þú ert í landvinningun. Já, ég að tjá mig, alveg absolutt, sko. Við erum í hugarlandi, ég í þessu líka. En það maður ekki að byrja heima á sér einhvern veginn? Já, ég meina hundarnir mínir vita alveg hvað beint lýðræði er. Já. Þú veist, þeir eru búin að vera að bíða síðan í fyrradag að þetta kjöt, ég ætla að steikja kjöt í fyrradag en ég ætla að steikja það á eftir. Það búið að vera mjög mikið, sko, þau kunna að pota í mig með nefinu og snúa svo hausnum á ísskápnum. Og þau gera það, sko, þau eru þrýstihópur, sko, og þau skiptast á, og ef ég fer að ísskápnum og opna hurðina, ég ger þetta stundum því þá hundum finnst hundar nefnilega hafa ákveðin hæfileika, þeir elska lykt. Og ég komst að því fyrir mörgum árum að þegar hundur vill fá að skoða í ísskápinn, þá hann ekki að biðja að fá kjöti sem að þiðnaðar. Ég opna hurðina og þau þefa af öllu sem Og þegar þeir eru búin að þefa öllu, þá taka þau skref aftur og bak og leyfa mér að loka. Þau fengu að lesa lyktina. En síðustu 2 dagana búið að vera að minna mig mikið á að það kjöt að þiðna í ísskápnum og ég hef aldrei smakkað svona kjöt, það nokkuð? Já, en ég get svo sem alveg fallist á það.
að fyrst að náttúran og dýrin að fá sömu réttindi, en mannréttindi blekking náttúrulega allt það, en ef að þetta að gerast að menn og dýr eru rétt háar skepnur í þessum þjóðfélögum, þá ég svo sem alveg hlynntur því að blessu svínin sem eru játnu niður á hormónagjöf upp í svínaræktabúunum, að þau verði þá bara á Alþingi og setji lögin og þetta. Sko það vandinn ég hugsa að sé ekki mikill munur á því hvort að svínin af svínabúinu setjist á Alþingi eða það sem að situr þar núna. Ég vil bara árétta í rauninni það sama og ég sagði áðan. Umræðan stjórnarskrár 2012 var svo ógeðslegur propagandaspunni að það hálfari nóg. Það sem í gangi núna með þessa stjórnlaganefnd á Alþingi klárt stjórnarskrárbrot. Öll umræðan þar með orðin ólögleg. Býtu, bara má ég undirstrika þetta, út af fólki sem að hlusta kannski, að ég vil þetta sjálfur skýrt, að öll umræða þessara nefndar, allt saman, allur pakkinn, eins og hann leggur sig, ólöglegur. Þessi nefnd ólögleg. Vegna þess að, hún það bara. Og málið ekki það. Það samt ekki málið. Málið að það enginn að ræða það. Það enginn að benda á það. Ég komst þessu bara í dag. Ég vissi ekki þessari nefnd fyrir núna í september. En það enginn að taka þátt í þessu. Og eins og þú kemur inn á þetta með að náttúran hefur réttindi. Við höfum rætt þetta í þjóðveldinu með þjóðveldisstjórnarskrána að dýr má ekki taka af lífi án dóms. Það hvergi talað að náttúran hefur réttindi, bara það að dýr má ekki taka af lífi án dóms og það síðan útskýrt nánar. En bíddu nú hægur, hvað okkur yfirsjást? Það sem lýðveldið að gera að þeir að impósa þessu. Það sem stjórnarskráin segir, það sem þjóðveldið segir við þurfum að ræða þetta. Það mun. Við ekki að ræða neitt. Við ekki að ræða Jack-sitt. Við kunnum það ekki einu sinni. Við sem íslensk þjóð. Ég veit ekki hvort að þið kannist við að orða tiltækið úr vottunum, en í kristna geiranum kallað að berja fólk með biblíunum. Og Nei, það ekki talað þannig í vottunum, ekki þegar ég var. Það ákveðin aðgerð að berja fólk með biblíunni. Og í raun gef ég ekki jack shit fyrir það hvort að þessi mafía að brjóta sína eigin ofbeldis uppskrift, hvort að þeir sé að brjóta einhverja eldri ofbeldis uppskrift með því að reyna að búa til nýja ofbeldis uppskrift, og það sé brota ofbeldis uppskrift nummer 1 sem út af ofbeldis uppskrift nummer 2, og það sé ofbeldis brota á móti ofbeldis pælingum og ofbeldis, þetta bara, þetta svona eins og að vera í partí og allir eru að drekka spíra, sterkustu gerð, svo byrja allir einhvern veginn að æla og svo fara allir einhvern veginn að éta upp æluna. Þetta bara ég veitna bara í Frelsi TV. Þú þekkir ekki þinn vituna tíma, kæra þjóð. Þú ert steinrunnin garður af umskiptingum, stjarfdáleit skrýmslagarður þar sem að hver einasta mannvera hreyfimyndastyrta, samsettu gróti, hefur ekki lifandi hugsun. Vegna þess að bara þessi spurning núna staðfesting á því sem ég verið að segja lengi. Lýðveldis stjórnarskráin einhliða samningur elítu sem gerir það sem henni sýnist og setur upp í þá spuna sem henni sýnist, og stjarfdáleit þjóðin að fara að gera nákvæmlega það sem að drottningin sagði á tímum sólkonungsins og frönsku byltingunni. Hvað hét hún aftur? María Antoinetta. Já. Þjóðin að maula smákökur. Já, en veist, ef að fólk vill vera að
runga hvort öðru daginn út og daginn í einhverju svona ofbeldisrugli, klám er áhald. þá það alveg bara þeirra mál, sko. Og ef að fólk, og ég meina, það eru fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins í 20 ára gekk þar út á skrifstofun og sagði að þetta nú bara ógeðs þjóðfélag sem við búum í. Það var allan tíman að taka þátt við að búa til ógeðið, sko. Þú veist, þetta fólk fær eitthvað svona kynferðislegt moment í þessu ofbeldis rungi sínu öllu saman. Það einmitt þessuna sem ég var þegar ég upphafi köfunarinnar að tala þú veist, hvað ofbeldi. Það ekki hægt að beita þig ofbeldi ef þú neitir að láta beita þig ofbeldi. Já, það hafa margir einmitt sagt það þegar að sérsveitin hefur verið að berja á hausnum á þeim stígvélunum og nú drápu þeir annan mann þarna í Miklubrautinni. Já. Þannig að það eru sko morðsveitir og valdstjórnarnir eru rétt að hita upp, sko. Ég sammála því, það alveg ljóst. Og þessi maður þarna á Miklubrautinni var drepinn af valdstjórninni. Ég get alveg trúið því, ég hef ekki sett mig inn í það mál, en ég trúið þér alveg. Ég hef aðeins hort á spunan eftir það, sko. Já, ég být bara eftir að Frelsi TV gerir þáttum þetta. Ég eiginlega, sko, eins og hérna með í Svíþjóð, sko. Þetta alveg greinilega falsku fáni, sko. Já, þetta svo augljósa spunni. Og IKEA spunnin tengdur, sko, og það svo auðvelt að debugga það, sko. En eitt sem að mig langar að gera, ég veit ekki hvort ég nenni því, mig langar að taka öll svona sambærileg fyrirbæri, eins og þessi skotárásir í Bandaríkjunum síðasta árin og það sem var að gerast í Túnis þarna í fyrra. Mig langar að teikna upp allt þetta dót á korti og sjá hvort það sé hægt að draga línur og milli þessara punkta og fá mynd út úr því. Já, en hérna... einhver sem hefur gert það? Já, það var gert í Bandaríkjunum, sko. Okay. Þar atburðir komu upp í línu. Já. Sem hann útskýrir hvaða lína þetta var. En já, þannig að það er spurning hvenær maður verður krossfestur. Ég veit ekki, ég er búin að vera sér skoðun í svolítið tíma að það sem þarf að segja getur enginn maður sett í orð. Það ekki hægt að, það er bara, þú veist, ég allavega hættur að reyna að segja eitthvað. Ég bara að leika með mennskuvídeóni, segi bara það sem þetta eftir að gera. Já, það ekkert samfélag, það engin menning lengur. Það hefur ekki verið menning í áratugi, kannski aldrei. Við höfum enga menningu. Mannkyns siðmenningin hrunin. Hún bókstaflega hrunin. Þetta bara skrípalegur. Hreinn og klár. En núna er einn af gjörningsmönnum hrunsins í viðbót farinn í gegnum hurðina miklu til Atlantis. Hann Hannesson? Já, einhver var að fara í gegnum hurðina, ég veit ekki hver það er. En allir gjörningmenn hrunsins eru að fara og ég hef spáð í fyrir að serían af þeim muni hverfa núna. Og sá spádámur virðist vera að ganga eftir og svo kenning mín að styrkjast og það sumir kalla það Elysium, aðrir kalla það kannski, ég kalla það kannski Atlantis. Og ég alveg harður á því allir þessi listamenn sem drepast líka á svona einkennilegum hætti eins og þú einmitt bentir rétt á með Kennedy og Monroe að þau eru lifandi einhvers staðar og Elvis og allt þetta lið, sko, að ég að móta þá kenningu í hausnum, ég ekki að fullera neitt, að það sé einhver staður, það gæti til dæmis verið í Bermuda-þríhyrningnum af því að þessi staður þá náttúrulega vera verndaður mjög vel og hann gæti verið á suður einhverjum stað
á jörðinni búið að búa til svona nokkuð konar Elysium og þar eru þessi börn sem rænt reglulega send til kynlífsþrælkunar. Þar fara þessar stjörnur og þar fara ræningjar þjóðanna. Ég búin að segja þér hvað þetta land Já, hvar það? Hvar var vinsalasta hvalveiðisvæði í Japana? Já, ég hef hugsað Suðurskauti líka að þeir hafi hugsanlega fundið einhverja Elysium þar. Sko. Ég að segja að þetta sé fyrir sunnan, sko, ef þú dregur þríhyrning á milli Páskaeyjunnar og Fídji-eyja og Hawaii-eyja, þá ertu búin að finna efri hlutan af þessum þríhyrning. Já, og þú veist að þessir fávitar, þeir projekta því sem þeir eru að gera sjálfur. Það sem þeir eru að gera saka er alltaf einhvern annan að gera. Já. Og það sem þeir segja að þessir hryðjuverkamenn að þeim sé lofað 7 hreinum meyjum á himnum, sko. Já. Og það er það sem að þetta lið fær þegar það fer í gegnum hurðina til Atlantis, sko. Öll lýsing bandamanna á nasistum var lýsing á þeim sjálfum. Já, nákvæmlega. Það er bara þannig. En hérna, sko, þessi kenning mín svolítið að styrkjast, sko, og ég, sko, mér finnst svolítið athygli verður þessi leggur, ef þú leggur línuna, þetta eru allt aðilar sem eru príma mótusar í því að ræna öllu á Íslandi, sko. Og ég var búinn að spá því að það væri sería að fara í gegnum hurðina til Atlantis. Og ég ætla svo sem ekkert að nefna nöfn eða... Nei, ég var ekkert endilega kannski að tala eða þú ert kannski með einhvern í huga, ég ekkert að tala neitt sérstaklega neitt, sko. Ekkert frekar, ég kannast við þessa kenningu þína og mér finnst hún áhugaverð. Já. Ég ekki að segja ég trúi henni, en ég heldur ekki að segja ég aftrúi henni, ég ekkert að hafna henni, ég finnst hún áhugaverð. En þar ég ekkert að segja ég trúi henni heldur. Þetta er kenning. Já, og ég kalla þetta sanadú í hausnum á mér. Ég held að sko eftir því sem vikurnar líða þá finnst mér að líklega að það sé til. Og til dæmis núna er þessi Alex Jones að tala þessa Íslandi. Hver er það? Hann Bill Hicks, hlutverki sem hann leikur á sviði. Því ég sá hvað hann var að tala já, þú veist, það er búið að fangilsa banka á Íslandi vegna að gera svo Íslendingar. En það er enginn að tala bankastjórnunar og pólitíkusina sem að stála öllum peningunum, sko. Ísland þetta er svo sorgleg umræða. Já, einmitt. Já, þetta er búið að vera þungt kvöld hjá okkur. Já, það er skemmtilega átökum. Já, ég reyndar ábúðslega þreyttur á þessu, sko. Ég er svona já það er svona mörkunum að ég er fann að komast á línuna hjá þér af mörkunum að maður nenni þessu, sko. Sko mér finnst gaman, sko ég sagði einu á ensku vídeónu mínum í sumar að ég er að leita að samfélagi. Þess vegna ég látið mig heyra. Ég er bara að leita að fólki sem hefur áhuga að búa til samfélag. En ég hef engar hugmyndir hvernig það á að vera. En það er líka bara, sko, andlegt vald er hluti af raunveruleikanum og að berjast við andaveru vonskunar er hluti af raunveruleikanum. Og ég hef svona andlegan kompás. Ástæðan fyrir því að ég er svona þreyttur núna og bara getum allar rætt þetta er að ég sé viðbjóðin sem að mæta til Íslands. Já. Og því miður eru Íslendingar of miklir heimskingjar til þess að skilja af einu sinni hvað ég er að segja. Sama var með Jesú í Jerúsalem þegar hann sagði, þú vansala borga skilja ekki þinn vitjunartíma. Hér mun ekki standa steinn yfir steini.
og það nákvæmlega þarna sem við stöndum með Ísland. Ræningjarnir eru allir að fara til Elysium. Hugsanlega búið að veðsetja fólkið sko á Íslandi. Hugsanlega mætir eitthvað lið bara á Íslandi að við bara eigum ykkur núna. Við erum búin að kaupa ykkur. Fengum ykkur á útsölu prís sko. Og og já, þú veist, þetta bara að kalla þetta ógeðs þjóðfélag understatement sko. Já, það það og ég svo sem margbúin að lýsa þessu, ég margbúin að fara í þetta, ég vola lítið fyrir að endurtaka mig. Já, ég líka svo sem. Og ég ger eitthvað á íslensku öðru hvorum ef það kemur yfir mig. Og ég ennþá að bulla eitthvað á ensku, ég nánast hættur að blogga, ég hættur að skrifa, ég sé enga tilgangi. En þetta ég fæ ekki út úr því, sko. Nei, en þetta ofbeldis syndrom sem ég að lýsa, það verra hérna í Noregi og Svíþjóð, sko. Já, ég trúi það. Það sko, ofbeldis maskínunar hérna eru miklu smurðari heldur en heim á Íslandi og það sem þeir ætla að gera á Íslandi, þeir ætla að smyrja maskínuna betur. Já. Og þeir munu komast upp með það. Veist, eins og heyri, ég algjörlega búin að missa trú á fólki, ég ekki búin að missa trú á sjálfa mig eða Guð, en ég sé bara ekki neina ljóstýru. Jú, einum og einum, sko, fullt af góðu fólki sem ég þekki persónulega. En það bara þannig, það búið að dæma, það búið að kalla dóm, það búið að segja allt að segja það. Já. Og boltinn hjá hlustendum, hvort að þeir ætla að bjarga sálum sínum eða ekki. Það bara undir þeim komið. Það enginn að fara að henda neyða á björgunarvesti. Nei. Það eru björgunarvesti fljótandi við hliðina á öllum. Það bara þannig. Það miklu, ég mæli með því að við förum aðeins nánar út í kattaþjóðurínu. Já. Viltu eitthvað reyna að dýbeita þann þýsus hjá mér? Já, ég finnst það viðeigandi. Við förum aðeins út í það. Já, ég reyndar Svo ég gera nú eitthvað að viti, sko. Og við ættum að líka fara nánar út í það. Við gætum til dæmis líka tekið svo alltaf góða köfun á því hvers vegna og hvaðan þessi þeóría kom að þú yrði blindur eða þú fróðar þér. Ég held nefnilega í mystískum veruleika þá sé fótur fyrir þessu. Nei. Þetta sko, þú sér það bara þú horfir á bíómyndunar. Þá sér það bara þegar að kona fróa sér, þá það bara svona eins og samkoma, alveg bara halleluja, hún í baði með svona blóm og allt bara, þetta svo frábært og kertaljós og svo kalla fróa sér og það bara eins og að það sé bara versta byggja í veröldinni, sko. Já, ég held að þetta sé svona þýði að það sé ákveðin blinda með gangi, sko. Nei, það kalla fróa sér eða kona fróa sér bæði bara eðlilegu hlut af náttúrunni. Og að það vera að gera það einhverju skömmustilegum hlutum fyrir kallmenn bara þjóðfélagsverkfræði og til þess að gera það á meira dependent á kettlingunum sem að manstu þegar að koma þegar voru þarna í Survivor. Þannig að flestir eiga nú móðir, sko. Já. Og það strax byrjað bara á fæðingardeildin að messa upp kallmenn, sko. Þannig að þú heldur að menn verði ekki andlega blindir á því og konur að fróa sér? Nei. Ég á eftir að dýbökka þetta. Já, verður að góða með það. En ég meina það miklu meira vit í svona samræði heldur en að ræða þjóðfélagsverkfræði eða stjórnarskrá eða ástandi á landinu eða menningu. Já, þarna bara eitt mindspotið. Ef að fólk finnur til einhverja skammar eða einhverja slæmara tilfinninga við sjálfsfróun, þá það þjóðfélagsverkfræða eða heilaþvegið eða það búið að skemma í þeim einhverja heilastöðvar, sko. Fyrsta lagi, þá kemur þetta engum öðrum við. Og í öðru lagi, þá þetta ekkert ljótt eða vont eða slæmt eða gott. Þetta bara það.
Þú getur alveg bara tekið það að skýta og gert það einhverjum svakalega, hann var að skýta, hann var að kúka, þú veist, og einhver búin að finna upp vél til þess að draga úr þér skítinu eitthvað, veist, þetta er bara kjafta. Fyrir mér er sjálfsfróun ekkert merkilega heldur en að fara á klósett og skýta, veist, what's the difference? Nei, þú veist, ég var bara, þú veist, mér finnst þetta bara gáfulegri umræða heldur en að pæla í því sem í gangi í samfélaginu í dag. Já. En ég líka fíblast af því að tíminn búinn hjá mér, ég þarf eiginlega að fara. Já, bæði glösin hjá mér eru tóm og ég að þú veist að ég ætla einhvern veginn að gera þátt sem heitir Axel Fullur. Og við erum búin að drepa fullt af góðum hlutum í kvöld. Þetta var erfið þáttur, það er eitthvað svakalegt andavald í gangi þarna í þessari átt. Já, það er gaman að smá pirringi og smá átökum, það er bara gaman að takast á. Já, en ég held að sko, fyrir mér er oft, sko, til þess að brjóta mig út úr conditioning, eða skilurðun, þá skipti ég orð á hlutum, sko. Já. Og ef að fólk notar alltaf ofbeldisskrá þegar það hugsar stjórnarskrá, þá fer það að sjá hlutan í öðru samhengi. Já, við þurfum að átta okkur líka á, allavega mín skoðun með að stjórnarskrá ég er alveg sammála Páli Skúlasyni hérna, að stjórnarskrá siðferðis sáttmáli, en ef hann einhliða þá hann einskilsvirði. Já, það er svo sem hugmynd, en það byggist á þessari pælingu að þú getur ekki gert sáttmála þar sem að engin samræða. Já, en það er sko meira sér á þessi komið samning, það er nú kaupmaðurinn í Feni, öll óperan snýst það var gerð samningur þar sem að lánsalinn gerði samning þannig að hann geti skorið 100 pund af holdi ef hinn borgaði ekki, sko. Ég meina, það er samningur. Að það er þetta, það er þessi viðbjóður sem við erum að glíma við. Það er nákvæmlega eins og þau sögðu við Jesú, hérna er kona sem hefur brotið lögmálið, við viljum að þú grítir hana. Og hann beygir sig niður og í raun hefði hann átt að taka steinun og kasta bara í einhvern annan mann, sko. Þannig að hann geta kasta bara í einhvern af þeim sem voru að gera þessa kröfu eins og kasta í hana. Já, það sem hann var líka að gera, hann tók vald yfir þessum sáttmála. Það enginn að taka vald yfir þessum sáttmála. Það eru bara allir eins og stjarft álitir leggmings á leiðinni fram á bjarginu. Hann braut lögin, sko. Hann endurritaði ný. Nei, hann braut lögin. Hún samkvæmt lögunum sem hann var gyðingur, eða hann var í þessari trúarhreyfingu, og samkvæmt þessari trúarhreyfingu, af því hann var rabbæ, eða þeir kölluðu hann rabbæ, þá átti hann í stöðu sinni að grýta þessu konu. Samkvæmt lögum Hebrea þá átti ákærandinn að grýta. Ég byrja, akkur voru þeir að gera kröfu á hann á að grýta? I don't know. Af því að hann var rabbæinn, þeir kölluðu hann rabbæ. Hann var æðsti maður á staðnum, sko. Sumir þeirra gerðu það. En það er líka ástæða fyrir að það búið að vera dímanasera ekki síónískuna heldur jesúískuna. Það er ástæða fyrir því að það búið að vera dímonæsa hugmyndir Jesú, sko. Hugmyndir Jesú, já. Það er ekkert óeðlilegt vegna þess að það er partur af mýþræðsku blekkingunum. En þú átt eftir að sjá hann. Já, ég meina, getur þú gengið lengra en það að segja að Jesús sé hugmynd? Hvað getur þú gengið lengra en það? Ég get gengið lengra en það. Já, bring it on. Nei, ekki það. Það er
sko, þú þarft að fórna lífi með til að öðlast það. Jú. Jósúa sagði það líka. Þú sko, mýþrösk trú byggir á skýrð. Já, reyndar líka að tala andlega endurfæðingu, en það er nú komin alveg út í trúmálin, en sko þú sér það líka bara með víkingana og trúarbrögð víkinga, mikið af þessu snerist það sko að eftir að þú varst góður í bardaga þá fékkstu þessar 7 hreinu meyjar til þess að ríða sko. Já. Af því að flestir svona ofbeldismenn sko, þeim að því að sko hermenn eða ofbeldisfólk, það er ástæðan fyrir það svo einmannalegt að vera ofbeldismanneskja eða vera í þessum hugarheimi ofbeldisins, er að þeir komast aldrei lengra en að runga sér. Og verða það blindir. Já, á margt, en sko fólk sem lifir í ofbeldis heimi, það eina munurinn á því að runga sér bara eitt fyrir fram að spegilin eða eitthvað, einu munurinn á því og í því ástandi sem það er, að það neyðir eitthvað til að vera viðstaddan á meðan að runga sig. Já. Það er einu munurinn. Og þess vegna hermenn og þessir ofbeldis stéttir, við getum kallað þetta fólk bara rungarana. Þetta fólk eru rungarannir. Þeir sem eru núna á landsfundi og eru að við verðum að sitta hérna nýja skró, við verðum að ná stjórn hérna á þessu, við verðum að sitta meira ofbeldi hérna og þessi hópur hérna, hann hefur það gott, við verðum að sitta ofbeldi á hann. Þetta eru rungarannir. Ég sagði þetta. Sjálfsfróun leiðir til blindu. Já, sennilega eitthvað til í því. Í þessu samhengi. Ég bætti við þegar ég kom fram með fullyrðinguna í mystískum veruleika. Já. En það sem sagt nýyrðið hér eftir, þegar við erum að tala hæstvirta og háttvirta alþingismenn og þá sem eru að vinna í þessum ofbeldisgeira, það eru rungarannir. Já. Stundum neyðar eitthvað til þess að vera með sér og stundum, ég held að það sé nú oftast að þeir eru svo miklu ofbeldissekir. Það er gaman að runga sér í kór, sko, hérna einu svona pissi kross. Já. The runkers. Það heitir wankers. The wankers. Ég fékk straumús. Já, það er eitthvað það kom eitthvað svona hljóð sem alveg, það er eitthvað að sappa heilan í þér. NASA er komið eitthvað nýtt, sko. Það er NSA árið setna. Það er Wi-Fi tæki, það er NATO Wi-Fi tæki hérna rétt hjá sem að sendir bylgjuringar. Ég veit hvað það er og ég get með þess að sýnt merkjum, ég get sýnt hvernig gras og tré í línunni deyja. Ég get sýnt þér þetta gulda. Við munum öll Það voru hundarnir sýndu mér þetta. Ég var búin að sjá eitt merki um það, svo sá ég annað merki eftir bara hund frá hundum. It's there. I am attacked. Ég er ekki að djóka, þetta er það. Ég er ekki ímyndanum eitthvað með þetta. Þannig að við ætlum að leyfa rungurunum að runga hver öðrum og rungast saman og ætlum að reyna svona standa hlémegin þegar það gusast úr þeim ógeðið. Ég er búin að fatta kjarnorkusprengjuna. En ég get ekki útskýrt það. Hvað er kjarnorkusprengja? Ég er búin að fatta hvernig þeir gátu simulerað sprenginguna. Já. Ég get ekki útskýrt það eins og það. Ég er bara búin að fatta það, en ég get ekki útskýrt það. Ég held að þeir hafi gert það þannig að sveppurinn er búinn til með rörsprengju, það sem að það er directional bombing. Já.
og síðan bara karpetbombaðir og með fosforsprengjum. Já, saturation bombing. Já. Með allt fosforum og einhverju drullu. Já, þú sér þessi fórnarlömb þeir eru sennilega með einhverja sterkari fosforsprengju sem að Þetta líka eftir hvernig hún er sprengt, sko. Hvað hún er sprengt. Já, ég held að sveppurinn sé cover-up á carpetbombing, sko. Í raun að eina sem þeir kunna, þessir rungarar, eina sem að rungararnir kunna er lygar, spunar og carpetbombing. Já. Það er bara það sem er í gangi daginn út og daginn inn. Og þess vegna segi ég að þjóðin og mannkynið er sjálfdæmt, vegna þess að það er svo auðvelt að sjá við þessari drullu með vakandi huga. En fólk vill ekki hugsa. En ég verð að fara, kallinn minn. Já, ég þakka fyrir í kvöld. Ég bara, sömuleiðis, alltaf gaman að glíma. Já. Það með ekki leiðilegt að vinna alltaf? Nei. Já, sko, það að því ég vægi alltaf. Hvernig var það? Sá vægir sem heimskariður? Það var einhvern veginn þannig, sko. Svo vitlausi vægir. Svo vitlausi vægir. Og manst flaggið, sko. Já. Ég þarf að búa mig til eitthvað flagg. Ég þarf að búa mig til gunfána sem ég seti hérna á landaregnina mína í Svíþjóð. Já, ég er með merki, sko. Já, þetta er mjög flott merki, sko. En ég bara, kæra þakki fyrir mig. Já, ég held ekki áfram þegar alkohólið er búið, sko. Það kemur ekki að gera næ. Guð blessi þig og þína og ég mæli með fleiri tíkist cooking. Já, það er á að fara að gera bananaís, einhver aðra ísútgáfu. Ok. Það er nóg að gera í því líka. Kannski þetta eru kettlingamyndböndi mín, kannski. Já, það er bara, þú ert búin að vera að æfa þig að gera myndbönd. Já, hún er náttúrulega stendur sig svo vel, sko. Já, þetta er flott efni, sko. Já. Ok. Herðu, við segjum það. Takk fyrir kvöldið. Sömuleiðis. Ok. Já, ég þakka hlustendum fyrir áhorfið og efnið er þungt. Og við fórum kannski heldur djúpt í kvöld. Við heyrðum smá kínversku talað. Heyrðum ómaf kínversku, við fórum það djúpt. Að því gefnu að við búum á netti, sem er alltaf blekking. Við búum á einhverju sem engin veit. En þið sjáu bara, sko, að fara að ræða einhverja stjórnarskrá þegar við vitum ekki einu sinni hver grunnurinn er hámark heimskonar. Og ég held að sé sniðugt að læra fyrst hvað 2 + 2 eru. Áður en þú ferð að reikna burðarþol í húsi til dæmis. Það er mín þísus, það er mín kenning. Ef þú kannt ekki að reikna 2 + 2, veist ekkert stærðfræði, þá áttu ekki að taka þátt í því að reikna út burðarþol í húsum. Eða brúum. Eða bara hverju sem helst. Og það er ekki hægt að sleppa einföldu hlutunum og byrja bara beint í vitleysunum. En orð kvöldsins frá mér allavega eru Ísland þekkir ekki sinn vitjunartíma og á Íslandi mun ekki standa steinn yfir steini. Því miður. Góða nótt.